Já, það var alltaf gaman að byrja þjóðmálaþættina á góðu stuðmannalagi, eða ekki Örn, þetta upp á slónstíðin. Örn Arnórsson, verður velkominn. Og Daði Kristjánsson, varstu ekki visku? Takk fyrir. Lífeyrissjóðsins visku. Já, lífeyrissjóðsins visku. Við ætlum að koma að því eftir. Sko, ég hugsaði bara að það er föstudagur, góð stemning, allir út í kvöld. Hér erum við veislu frá kjötkompaníinu. Það er vín sem býður okkar sem við ætlum að fara að síða eftir. Við erum alltaf með og nota stuðmannalögin eins og við viljum, þið munið það. Örn, þú ánægður með það? Alveg, já, það er bara, þú veist. Já, ég er bara... En með text að opna þessa flösku hér. Sko, ég bara talandi kjötkompaníi, menn eru farin að senda mig myndir bara. Menn eru farin að fara þarna á mánudum og þriðjudum þetta líka, svo helgar. Ég var að kíkja á mynd sem við fengum að senda í gær. Þetta er einhver að ná sér í ribeye cap. Já. Þannig að eru þið duglegir að fara í kjötkompaníið? Já, ég er mikill grillari, ég grilla líklega mest allra í Garðabænum og hefur verið duglegur að senda skilaboð á félagum mínum það og það var einmitt frétt daginn. Ég veit ekki við erum grillarinn á Garðabæ. Já, en sáu það er búið að vera mikill Suður Sigfús kom með samkeppni. Það er búið að vera mikill samdráttur á íslenskum kindum. Þannig að mikill samdráttur og ég á mjög stóran þátt í því. Já. Lambi er mjög oft kostur á grillinu hjá mér og þannig að því ég held að sé búið að fækka 100.000 kindur núna á stundum tíma. Já. Ég á tölvana þátt í því. Þú á stóran hluti því? Já. Já. Þetta er bara... Þetta er svo mikið... Bara til hamingi með það. Þetta er svo mikið bankateik á stöðu sauðfjárbúskapar. Það er samdráttur á kindum. Það er ekki fækkun á sauðfjör. Það er ekki samdráttur á fjármálamarkaði, það er samdráttur á fjármarkaði. Það er rétt. Það er reyndar smá samdráttur á fjármálamarkaði líka. Já, svo líka. Já. Það er bara meðan í mann. Átt þú svona á bolla? Nei. Þú ert með þinn bolla hérna, ég veit að þú átt heima þér líka. Þetta gefa þér þetta, þú voru að sína þetta í myndavælinn hérna. Þetta eru þessi fínu bolla sem vinur okkar í IT House of Brands búið til fyrir okkur. Sérlega vandaði bolla. Eru þetta til á heimasíðu þjóðmála, þjóðmál.is, hvar er nú líka hægt að skrá sig í þjóðmálastofuna og versla þessa bolla og fleiri góðar vörur. Svo náttúrulega minnum á það að það er að fyrirtækin þurfa að gefa starfsmönnum og viðskiptunum jólagjafir, þannig að þau þurfa að hafa samband við krakkana upp í Doddahvarfi eins og eru kallaðir, hjá IT House of Brands. Og hjá Kampaðisfélaginu, það er líka hægt að kaupa jólagjafir. Vín dagsins, Styrmir senda okkur þetta vín, vitandi að þú verður að koma. Vilt þú kannski bara kynna vínið? Já, sko, við erum með Mori Santini, Premier Cru, sem að ég er mjög hrifinn af Mori Santini. Já. Og er mikill búrgón maður. Já. Og ég var svo ánægð með Styrmið að hafa kveikt á því strax, sko. Já, það er einhvern veginn þannig að ég drekk helst kampavín og rauðvín og bjór. Og búrgón er þar nær alltaf fyrir valinu. Já. Og Mori Santini er afskaplega skemmtilegt svæði. Þannig að ég er mjög ánægð með þetta. Já. Þetta er mitt á milli Chambol og Chèvre Chambertin og er svona góð blanda af því báðu. Já. Ljóma mjög vel. Örn, þú fáir glas líka. Þetta riski business að vera hellisveitni mér útsendingu en við gerum það samt. En hvað segir annars, sko, ef við fyrir að ræða einhver alvöru mál, ég sá að við skálum eftir smásnill, mér er glas. Örn, ég sá að þið notuðuð í viðskiptablaðinu orðið brekakreppa í dag, í blaðinu ykkar á miðvikudaginn. Já, það er, sem sagt, síðs að kenna kreppur við eitthvað ákveðið og einhverjum okkar þóttu við hæfi að kenna sem sagt þennan efnahagsspíral sem svo sannarlega er farin í gang við Breka Karlsson. Hann hafi verið hvatberinn að þessu eða réttar að satt þessi dómur Hæstaréttar. Já, það er náttúrulega bara, já, þú veist, það er ekki kreppa út af því eða hvað? Nei, ég minna að það er búið að kippa fasteignamarkaðinum bara hreinlega úr sambandi og það er erfitt að sjá að það muni skýrast fyrir að dómar í þessum útistandandi málum séu allir fallnir sem að verða ekkert fyrir á næsta ári og sem sagt þetta þýðir það að staðan eins og er núna að sem sagt þorra heimila stendur ekki til boða verðtryggð lán nema hjá lífeyrissjóðum sem getur ekkert varað endalaust af því að lífeyrissjóðnir eru komnir í þakið varandi þá exposure sem við vilja hafa á fasteignamarkaðinn gegnum beinar lánveitingar. Sem sagt þetta bara hreinlega, og Landsbankinn mun lýsa yfir að hann sé bara hættur að lána þorra lánveitenda verðtryggð lán og meðan ertu
meðan ertu með stýrivextina, eða réttar að satt raunvextina í alveg hæstu hæðum og gætum einu að sko á næst ári eru til að mynda fasteignalán fyrir ykkur 100 milljarða sem í verðtryggð sem að koma til vaxta endurskoðunar. Þetta ágæta fólk á eftir að finna mjög á eigin skinni að öllu öðru óbreyttu hversu háttur raunvaxta stigið Þetta sem sagt þetta náttúrulega beinir kastljósunni á Seðlabankann. Þetta ástand náttúrulega mun ef þetta verður svona mun það hafa alveg sko feikilegar afleiðingar. Tóti Pálsson heiti síðustu viku og hann skammaði hans bankana fyrir að ekki búin að leysa úr þessum málum. Það var fréttin nú síðasta þætti, helga þætti að Þórður Pálsson telur að Seðlabankinn eigi að lækka vexti. Já. Að vakti mikla athygli. Ég brenni sjokki. Sá mikli vaxta haukur. Já, það eru mikla fréttir þegar Tóti bara að lækka vexti. It's gone old and soft. En það náttúrulega ótrúlegt og kaldhæðnislegt að talsmaður eða formaður neytenda í rauninni sé að valda þessum vandræðum á húsnæðismarkaði og í rauninni var þetta Bjarnar greiði og hann ætlaði að ná einhverjum árangri fyrir fólkið og hefna sín á bönkunum eða hvernig sem þú horfir á það og þetta fór heldur betur í öfuga átt en ég trúi nú ekki öðru en að það verið búið að finna út úr þessu áður en áttu líður. Já, sko, samkvæmt samfylkingunni búið að eyða óvissunni. Jú. Það er sko að borga fyrir auglýsingar á Facebook að óvissunni á fasteignamarkaðinum sé eitt. Og það sem sagt á að gera með þessu vaxta viðmiði sem að Daði sagði í síðustu viku að þið kynnt í þessari viku. Ekki ég. Já. Ekki þessi Daði. Hinn Daðinn. Júró sem farinn. En sem sagt sú útfærsla yrði þá væntanlega einhvern veginn og geti lána verðtryggt með að tengja við sko kröfuna á verðtryggðum ríkisbréfum. En það gengur ekkit upp, eða vola erfitt að sjá það, þú veist að því að allir bankarnir eru sko market makers á markaðunum með ríkisskuldabréf og hvað alltaf Breki Karlsson segir það ef að systemi verði þannig að ég sé að lána þér fasteignalán byggð á sko ávöxtunarkröfu sem að ég sko sem að ég market maker á. Þetta bara mjög óeðlilegt. Þannig ég sé ekki hvernig hægt að leysa þetta vandamál og það fullt af fólki sem djúpt í bankakjörnum sem sér það ekki heldur. Nei, og þú getur sett þetta viðmið á að það þýðir ekki það að sko að gaurarnir í bönkunum sko séu tilbúnir að veita svona lán út af þessari áhættu og síðan plús það sko allir að minna fólk á að sem sagt íslenski skuldabréfamarkaðurinn ekki sá bandaríski. Hann mjög grunnur og skilvirkur skilur, þannig að verðmyndun á hann ekki fullkomin. Þannig að það ýmislegt sem að þarf að hafa í huga þegar talið best að þessu, sko. Ég veit ekki hvað við fara djúpt í þessi mál, en ég verið þeirra skoðana lengi að ég vil losna þessi verðtryggingu og Benni Gíslason verið að tala um þetta og fleiri og skrifa um þetta og mér finnst bara miðlum peningastefnunum ekki verið að virka sem skildi í þessu kerfi og ég held einhvern veginn að við fengjum betra kerfi og það er reynilega líka myndi setja meira ábyrgð á fjármagnseigendur og lánveitendur að vera saman í liði og reyna að halda niður verðbólgu í þessu landi. Hvað kallar þú betra kerfi? Hvað segirðu? Hvað kallar þú betra kerfi? Ef við horfum bara á það sem að gerast, við værum ekki með svona háa stýrivexti ef við værum í óverðtryggðu kerfi vegna þess að þá væri bara miðlum peningastefnunum miklu betri. Í hvert sinn sem þú hreyfir vexti þá bitnar það á rauninni langflestum í kerfinu en í verðtryggða kerfinu þá ferðu bara inn í hlýju verðtryggingarinnar og setur verðbólguna aftan á lánið þitt. Gamli góðu vaxtaslópurinn og þannig að þetta er líka bara mjög þægilegt fyrir fjármagnseigendur á Íslandi að eiga verðtryggð skuldabréf og þurfa ekki að hafa neinar áhyggjur af óráðsíu í ríkisfjármálum með annað þeir eru bara coveraðir. Og þetta er ekki svona í neinu einasta landi sem við berum okkur saman og ég tel að við getum gert betur í þessu málum en þetta er mjög flókin umræða sem ég veit ekki hvað fara djúpt í hér. Algjörlega sammála öllu því sem þú segir og við vorum komin langt í að komast í svona kerfi. Það sem ég að segja það ef þú ætlar að gera þetta á einni nóttu út af einhverjum dómi frá Hæstarétti
That's gonna be one hell of a ride. Já, og ekkert sérstaklega skemmtileg, sko. Og þetta flókið mál á ýmsum ástæðum og meðalans út af lífeyriskerfinu. Það var það sem ég var að nefna, sko, með endur ákvörðunum á verðtryggðu lánum á næsta ári. Þetta svo stórt högg. En, þetta auðvitað ættu markmiðið að vera að fasa út verðtrygginguna og í sjálfu sér, sem sagt, en til þess þurfum við náttúrulega sjálfbær ríkisfjármál, fólk sem að semur ekki eins og brjálæðingar kaup og kjör út á markaðinum. Það ekkert að því til staðar, sko. En við erum samt að fara í þetta. Og ég held þetta eigi eftir að verða þetta aldrei sálsökufullt. Það það sem ég er að segja. Ekki það að skála fyrir Breka Karlssyni, eða hvernig? Breki fínn á ekki að skála samt bara. En þetta var ekki gott múf. Nei, þetta allan að keira þverbak. Þannig að önnur staða í hagkerfinu, það náttúrulega, við sáum það var uppsveitin í Icelandair í vikunni, það var hópuppsveitin í fiskvinnslu í síðasta mánuði sem tilkynnti Vinnumálastofnunar. Þannig að það ýmislegt svona sem að bætist á lista yfir þessu kannski vondtíðindi í hagkerfinu á þessum Kristrúnar frostaveturinn mikla sem framundan. Egill Helgason, hann hefur engar áhyggjur. Ef að sjá hvað hann sagði þetta mál allt saman. Alltaf, sko, við gætum alltaf verið með liður, líku við núna sem væri bara Egill vikunar. Hann segir einhverstaðar á Facebook, mér sýnist að vera strategi að stjórnarnarstöðuna þessi missurinn að láti svo hér sé allt í kalda kóli. Þetta býsna, sem sagt, þetta kristallar mjög þá miklu þekking og innsæi sem að á hagkerfinu upp í efstaliti. Þetta náttúrulega bara típist að fólk algjörlega búið að gleyma hvernig verðmætin verða til og þeir eru greinlegt búin að vera hérna í hlýjum faðmi Ríkisútvarpsins svo lengi að þá augljóslega áttar þið ekki á því. Allan að Egill ekki að sjá það. Nei. Já, það sé stattur út í London og vinna eitthvað heimildamyndum eldgos fyrir Ríkisútvarpið. Það það sem hann góður í, sko. En sko, það var fjallað eins þessi mál í RÚV á vikunni og við langar til að spila þetta stuttarklippu úr fréttatíma RÚV að mér minnir á þriðjudaginn, þar sem að var verið að fjalla það, bara mögulegan samdrátt í hagkjörun og allt þetta. Og þar kemur fréttamaður Magnús Geir, kemur inn í stúdíó og spurður þessi mál, búið að taka viðtal við Daða Má Kristófersson, fjármálaráðherra, og þá kemur þessi klippa hér. Magnús Geir, forsætisráðherra boðaði í sumar verðmætasköpunar haust, horfurnar hins vegar orðnar ansi dökkar. Já, það brekka, en það hefur sjálfs ekkert með ríkisstjórnina að gera. Þetta bara röð óheppilegra atvika. Byrjar í vor þegar tilkynnt að kísilverksmiðja PCC á Bakka, það þarf að loka henni tímabundið í sumar og það alls óvíst hvað verður hana. Play verður gjaldþrota í september. Ekkert risa högg fyrir hagkerfið þannig séð, en það eru 400 mann sem missa vinnuna þar og einhver afleiðstörf líka. Stóra höggið kemur svo í lok október þegar Norðurál tilkynnir að verksmiðjan á Grundartanga, hún starfi aðeins á þriðjungsafköstum. Það hefur áhrif á störfið þar, en líka það eru miklar útflutningstekjur undir. Við getum tínt fleira til, raungengi krónunnar mjög hátt. Já, svo bara telur hann telpursliði. Sko, ekki ríkisstjórnin að kenna. Nei, og sjávarútvegur var alltaf líka að segja upp fólki, en hann velur að velja að tala ekki það. Einmitt, það svona, sko, ég ætla eiginlega, sko, bæða skamman og komunandi varnar. Þú veist að, mér finnst það full fljótur í að segja, fullir að þetta sé ekki ríkisstjórnin að kenna. En sko, svo má alveg velta auðvitað fyrir sig, sko, hvað ríkisstjórnin að kenna og hvað ekki. Og það kannski bara eitthvað sem má aðeins ræða. Ég meina, þú veist, það að Elkem hafi lokað opnum í vor, það ríkisstjórnin að kenna, PCC það ríkisstjórnin að kenna, Play, þú veist. Já. PCC ríkisvaldin að kenna, sko. Já, uppsatnir í fiskvinnslu klárlega, þú veist, það klárlega brafleðing af því sem við sáum hér í vor með veiðigjöldin og allt þetta. Þú veist, þannig þetta svona pínu snúið einhvern veginn, sko, en þá verður maður velta fyrir, sko, bara öll, þú veist, við höfum oft rætt hér sko signali sem að stjórnvöld gefa, eða stjórnmálaflokkar gefa. Þú veist, öll skilabóð sem kom frá ríkisstjórninni í garð atvinnulífsins eru neikvæð. Já. Þú veist, það eru boðaðir skattar, það eru boðaðir álögur, þó að menn tala einhverju tillögum einhverju einföldu regluverk og svona, þú veist, það gerist ekkert í því, sko. En það sem hins vegar gerist það búið að hækka skatt á sjávarútveginn, kemur til framkvæmdaráðinu í þessu ári. Það búið að boða skattahækkunar ferðaþjónustu. Það að boða skattahækkun hefur áhrif. Já. Og við sjáum bara, þá bara frétt hérna á Vísi í vikunni, þú veist, það sem að atvinnuvegaráðherra er að svara forstjóra Icelandair sem að auðvitað, eins og ég kom inn að fyrir þættunum, það var hópuppsögn á Icelandair í vikunni og Icelandair er auðvitað bara í brekku eins og mörgunni fyrirtæki eins og við svo sem fjallaðum hér og þá, þú veist, hún lætur sér samt ekki að segja, það stendur samt til að hækka skatta á ferðaþjónustuna. Hún sagði, sko, hún rökstuddi það að því að
horfurna væru svo góðar. Bara jafnvel sko að Hvað er væru hún að skoða? öfundsverðar langtíma horfur. Svo ég veist, þetta er og sem sagt, þetta með þetta í þessu hugarástandi og getur náttúrulega alltaf réttlætt fyrir þér að hækka skatta. En það er sko eins og þú veist náttúrulega bara sennilega betur en ég sko að þá eru aðilar í ferðaþjónustunni bara farin að gera ráð fyrir þessu og taka sinna ákvarðin út frá því að því að skilaboðin eru komin. Skilaboðin, það er líkilorðið í þessu. Það er líkilorðið í þessu sko. Ég sammála því, auðvitað er ekki þessi einstöku atriði öll eitthvað þessari ríkisstjórn að kenna en það er rétt að skilaboðin sem þessi ríkisstjórn að senda er að atvinnulífið að borga meira þrátt fyrir að nú séu einmitt eins og þarna kemur fram óviðu ský á lofti í ferðaþjónustu. Þannig að það fer ekki alveg saman hljóð og mynd hvað þetta var þar. Mér finnst þau að verið svona frekar óvinnveitt atvinnulífinu, segjast ekki alltaf að hækka skatta en eru að hækka skatta hist og her og kalla þetta leiðréttingar og lokanir á glufum og ég veit ekki hvað og hvað. Og ég held að þetta sé ekki það sem atvinnulífið þarf núna. Ég held að það mætti meira að fara að beina sjónum sínum að niðurskurði í ríkisrekstri en það verðist vera lítið til um það og hver ríkisstofnun og fætur annarri fær að reka sig með halla og það verðist bara að fá að ganga endalaust og ríkislögreglustjóri eitt dæmi og RÚV er annað dæmi og ég veit ekki hvað og hvað sko. Þannig að þá er eitthvað að grínast með það að ríkisstjórnin fengi kannski lúður en næsta ári fyrir nýja markasetningu á skattahækkunum. Kalla allt annað en skattahækkun. það ég held að þetta tilnefna þessi ríkisstjórn til, fyrir lúðurinn. Sjáu það sem er svolítið svo galið í þessu og afhjúpar sem sagt, mikla andúð á atvinnulífinu og verðmætasköpun að þetta fólk ræðir aldrei sko, hvernig getur hámarka tekjur ríkissjóðs undir þessum kringumstæðum. Nei, markmiðið er bara að hækka skattana að loka glufun. Þau eru ekkert að spá í sem sagt, hverju það skilar inn í kassan. Þetta fólk hefur greinilega aldrei heyrt um Arthur Laffer. Nei. Og kúruna hans. Hvað ætluðu þið að afla mikill að tekna þessum streymisveitna skatti? 120 milljónir. Þetta er algjörlega fráleitt. En og hvaðan kemur svo peningum? Það kemur það bara frá heimilum. Já, ég meina, þú veist, ég bara þetta er daldið svo sýnir svolítið á hvaða vegferð þessi ríkisstjórn er. Þetta er daldið svona ég bjó einu sinni í Hollandi, þetta er daldið hugmyndaheimum sem ég tengi svolítið við Holland sko. Hollendingur eru þannig sko, ef við setjum reglugerð þetta, þá er þetta ekkit vandamál. Það er að segja, þú veist, bara Mariana, setjum bara reglugerð, bara málið dött, ekkit vandamál að þessu. Hjá þessari ríkisstjórn er það, að það er eitthvað vandamál og þá er bara sko svona, instant reaction í að hækka skatta. Vandamáli leyst. Næsta máli dagskrá. Þetta er daldið svona þannig hugafar sko. Mér finnst bara svo mikið linkind í pólitíkusum og það á ekkert bara við þessa ríkisstjórn, það er bara búið að eiga sér staðina í langan tíma og við horfum bara eins og núna á ríkislögreglustjóra og ruggli sem er í gangi þarna. Og þú veist, hver er viðbröðin? Það er ekkert, skilur. Ríkisstofnanir fá bara að gera hluti illa, skila halla, sóa peningum og einhvern veginn viðlaugin er engin. Ég næs ekki sko og ég held að það þurfa að fara að horfa miklu meira í að skera niður. Báknið er að stækka og stækka. Og búið að gera þetta í mörg ár. Já, og fyrir ríkisstjórnir og ég meina Sjálfstæðisflokkurinn var hérna við völd í hvað langa tíma og báknið stækkaði allan tíman. Þú veist, sem að ég skil ekki hvernig þeim tókst að gera en þannig að það þarf að fara að snúa þessari þróun við og ég hef því miður ekki trú að þessi ríkisstjórn verði svo ríkisstjórn. Já, með hvernig þetta mál ætlar að lenda, ég meina hvað gerist á einkamarkaðinum ef að sem sagt starfsmaður nota risnukort fyrirtækis í eitthvað rögl? Já, það er bara Það er eitthvað að ræða það. Hver niðurstaðan því er? Einmitt. Þannig að þetta er alveg galið mál. Það er bara galið að sko að manneskjan sjá ekki Sigríður Björk mætti bara fjölmiðla og hræðir. Já, og síðan sagði hún sko að já, 200 milljónir, þetta embætti er að velta sko 12 milljón. Þannig að þú veist, réttlæta með því sko. Þetta væri svo lítið hlutfall sem að það fari eitthvað algjört kjaftaði. En er vandamálið mögulega milli vina það í orðsins fyllstur endar? Já, algjörlega bókstaflega. Er þetta mögulega að taka svona langa tíma að dómsmálaráðherra er að reyna að finna leiðir til þess að gera þetta þannig að hún fá ekki 300 milljón króna bakreikning
að því að hún rak hana með röngum hætti og svo Já, svo framvegis. vil það, Þannig að ég vona allavega að það sé niðurstaðan Gæti að þetta þetta taki svona langa tíma. Gæti þetta að gera eitthvað feitan starfslokasamning Já, og við sem skakkgreiðendur höfum náttúrulega þurft að horfa upp á þetta rugl, það sem er verið að borga fólki sem drullað á sig í trekk, ég meina það var einhver lögreglumæður sem áreitti undirmann sinn ítrekkað og var rekinn og endaði með að fá einhverja 20 milljóna. Það er ítrekku svona dæmi sem viðskiptaráðið fjallað og þessu þarf að breyta á, en það má þó gefa þessa ríkisstjórn kredit að ég get ekki betur síðan að þau var að reyna að koma fram með frumvarp sem að gerði það auðveldara fyrir að reka fólk í ríkinu og það væri frábær breyting. Það væri allan að byrja. En ég sá að var ekki, hún Sonja eitthvað í BSRB var náttúrulega brjáluðið þessu en þetta er náttúrulega ekki hægt að þú veist, fólk geti komist upp með alls konar rugl í ríkisrekstri trekk í trekk og það verðist ekki vera hægt að reka. Nei, þannig að þetta bara verður að laga. Að því ég starfa á Viðskiptablaðinu sem sagt hef ég verið að tala fyrir þeirri hugmynd á forsíðun á Tekjublaðinu á næsta ári þið fyrirverandi vara ríkissaksóknari? Já, ég meina bara flott mynda hann vann. Ekki vanda svinnur okkar. En þetta eru peningarnir okkar sem er að fara í það er fólk út allan bæ að berjast í þessu, mæti vinnuna hverju degi, borga sína skatta. Þetta er djúpstætt í kerfinu, við sjáum fjallað hvernig hvernig batterins og samkeppniseftirlitið hleður algjörlega kostnað á eina lögmannsstofu út í bæ bara eina og þetta er búið að standa yfir í árabil og síðan svona að fólki vantar ykkur afþreyingu á síðkvöldum og getur verið gaman að fara og opni reikningar og skoða þetta er alltaf dunda sig við það og sjá ruglið sem að þar kemur í ljós bara með að leita upp ákveðin fyrirtæki og það ekki tengslin og þetta er að mismunandi stærðagráðu en það sem kannski skiptir máli að þetta virðist vera viðtekin venji sem sagt ef ég þegar viðhorfið þetta eins og já, þetta viðhorfið er vandamál viðhorfið er vandamál það er það sem að þarf að ræða sem sagt ef maður væri í stjórnunastöðu í einkageiranum og ég væri að kaupa eitthvað þjónustu og ég væri bara eingöngu að hygla einhverju einu fyrirtæki sem væri kannski ekki sérstaklega gott, alls ekki það besta eða hagstæðasta sem væri möguleiki á, bara því að vinur minn er að stýra því. Ég held að eigandi fyrirtæki sem myndi gera verulega athugasemdir við það. En hefur einhverju úttekt farið á þessu, það þarf að gera það. Ég veit. Virðing fyrir skattpenningum, hún er allt og lítil. Hún er bara allan til staðar. Mér langar til að, ég tók eftir, ég bara hjó eftir því þegar ég var að lesa frétt í gær, þessa fyrirundu frétt þar sem Hanna Katrín er að réttlæta það að það verði skattaverðir, eða segja það að skattaverðir samt hækkaðir á ferðarþjónustuna. Þá var þetta neðst í fréttinni, haft eftir henni. Þá segir hún, það er líka verið að kalla því að við gefum í þegar að kemur innvið uppbyggingu, ekki bara þeim áfangastöðum sem eru mest sóttir, heldur líka að byggja upp á öðrum fáfartinu stöðum vegna þess að eitt af stærstu verkefnum ferðarþjónustunar er að tryggja hér ná að vaksa heilsársferðarþjónusta. Þetta er atvinnuvegaráðherra að tala. Það er búin að vera heilsársferðarþjónusta í meira en áratug. Það er ekkit markmið ferðarþjónustan að byggja það upp. Hún er til staðar. Það er bara markmið að gera þetta betur og fá betur borgandi ferðamenn og gera meir úr þessu. Þetta er bara atvinnuvegaráðherra að bulla. I call bullshit, eins og maður segir. Já, tegum til það. Það er ágættu úr ráðherra væntanlega að vera í einhverju samtali við fólki í greininu sem vart að... Já, það er nú þegar komið fram hér og annars staðar og hún hefur ekki áhugað því, Nei, og þá segjur eitthvað svona bull. Ég veit. Þannig að ég var bara riðið upp í sorg, mér finnst þetta alveg, þetta eru fáraleg ummæli, bara svo ég vandi ormin svona, dreif það heldur úr, Já, og ég meina... Það var að yfirgrifsmiklu þekkingaleysi, eitt sem var sagt. Ég veit ekki hvort að það sé, viljum fara við þá eftir en það er náttúrulega verið að leggja álögur til dæmis á þennan geira, fluggeirann. Það sem að pólitíkusar hafa ekki hugsað hagsmuni Íslendinga og varið hagsmuni Íslendinga nægilega vel. Og þá erum við að tala um þessa loftslagsskatta sem eru gjörsamlega fráleitir. Gjörsamlega fráleitir. Akkur er ekki búið afturkalla þessa reglugerð sem að innviðaráðherra setti í kjölfarið að Play fór? Já, með skráninguna á flugvélunum. Akkur er ekki búið afturkald. Einmitt. Já. Ég ætla að koma aðeins að þessu loftslagsskottum eftir. Þetta er bara interessant mál, En að því að við erum uppbyggilegt hlaðvarp, við erum ekki bara gagnana, við viljum peppa þjóðina og horfa til framtíðar, Það eru
fullt af tækifærum hér í landinu til að gera betur og til að byggja verðmæti og vera með alvöru verðmætasköpun, ekki bara segja einhverstaðar í sjónvarpsviðtali að það veri hér verðmætasköpunar haust og svo kemur bara frostavetur. Og skipa einhverja 3 manna sérfræðinefndum hvernig við höfum að skapa verðmæti á vegum ríkisins. Nei, við horfum bara á, fiskeldið, gagnaðinaðinn, gervigreindina, orkunýtingu, það er svo margt sem við getum gert. Nei, ekki? Jú, heldur betur, við búum þrátt fyrir allt, þá búum við einu allra besta landi í heimi. Hér eru lífsgæði með besta móti, eiginlega sama hvert þú horfir. Það lágglæpatíðni, við erum með einna hæstu landsframleiðsla mann í heiminum. Við erum með örugglega lægstu laun í heiminum, eða allavega með þeim allra hæstu. Þannig að jöfnuður er mikill, hort bara svona, við berum okkur sama öll undir kringum okkur. Þannig að mér finnst svona, það er mikilvægt að átta sig á því, en þetta er ekki sjálfsagt. Hér eru gríðarleg tækifæri, hér höfum við gríðarlegar auðlindir og við horfum bara á sjávarútveginn sem að núverandi ríkisstjórn virðist ekki finnast vera, ég veit ekki, nú góður atvinnuvegur fyrir þjóðina eða hvað það nú er, en þetta er gríðarlega mikilvægur atvinnuvegur sem að hefur lagt mikið að mörkum. Við erum komið gríðarlega öfluga ferðaþjónustu sem er líka verið að reyna að ráðast á núna og svo eigum við þessa orku. Og það er náttúrulega algjörlega fráleitt að við höfum ekki basically virkjað neitt í að vera 20 ár og það er einhvern veginn búið að þvæla því máli, þannig að við erum ekki búin að vera að sækja nýja orku sem einu nemur í langa tíma. Og þetta eru tækifæri sem Íslendingar hafa. Við höfum tækifæri á að efla sérstaklega orkuna og við getum líka rætt það aðeins betur að þar er mikil samkeppni orku í heiminum í dag og það er hægt að gera miklu meira en við erum að gera þar. Þannig að það er einhvern veginn ótrúlegt að hér séu einhverju umræðum að okkur sé betur borgið einhversar annar staðar heldur en til dæmis í Evrópusambandinu. Nákvæmlega, sko. Og það var nú það sem að mér hefur verið hugleikið að ég svona frá því að ég sérstaklega þegar ég fór yfir í Visku og stofnum félagið þá er ég búin að vera mjög fókuseraður á alþjóða efnahagsmál. Þegar maður var að starfa á Íslandi, mesta fókus á Íslandi, þá var maður kannski svolítið svona inn í fiskabúrinu eins og ég kalla það, að fókusa svolítið mikið bara á lokal hlutan og en núna síðustu ár hefur maður verið mjög svona mikið að skoða alþjóðlega efnahagsmál og það verður bara að segjast að Evrópa stendur virkilega illa fjárhagslega og póstarnir og ég svona kom inn á það í grein sem ég skrifaði nýlega. Já, í viðskiptamokkan í síðustu viku, skulum sjá mynd af því með fyrirsöndinu þegar húsi brennur er betra að standa fyrir utan. Og já, ég er kannski almennt ekkert að reyna að vera rosa pólitískur en mér bara ofbýður það að það sé raunverulega vera að skoða það að við eigum að fara inn í Evrópusambandið. Á sama tíma Evrópusambandið hefur ekki staðið jafn illa frá stofnun þess árið 1993 og svona til að máli mínu til stuðnings að þá held ég eðlilegt að horfa á 2 stærstu hagkerfi Evrópu sem er Þýskaland og Frakkland og við höfum lesið fréttir að það er búið að vera pólitískur óstöðuleiki í báðum þessum löndum og sérstaklega í Frakklandi. Friedrich Merz, kanslari Þýskalands, er núna búin að tala um það að velferðarkerfið standa á brauðfótum, að það sé ekki sjálfbært og hagfræði ráð Þýskalands var að segja nýlega að þeir þyrftu líklega að hækka eftirlaunaaldurinn svona komandi árum í 73 ár og á sama tíma ertu með Frakkland sem logar og það er búið að skipta ríkisstjórn núna eins og nærbuxur bara síðustu misseri eða síðustu vikur og þeir eru með eftirlaunaaldurinn í 62 árum. Síðustu ríkisstjórnir vildu hækka eftirlaunaaldurinn í 64 ár og fólk fór út á götur og kveikti í bílum. Það er bara uppþótt á ræti. Já, það er það sem fólk gerir í Frakklandi að það mótmælir og kveikir í bílum og Frakkland er nú frægt fyrir það að fólkið rís stundum upp og það er svo sannlega búið að gera það. Þannig að nýjasta ríkisstjórnin, hún segir, heyrðu, við skulum bara halda eftirlaunaaldrinum í 62 árum. Og það sem fólk átti sig ekki á er að lífeyriskerfi Frakklands er meira að minna algjörlega ófjármagna. Frakkar skulda 110% landsframleiðslu í svona hefðbundnu skuldum og svo skulda svona 3-4 landsframleiðslur í lífeyrisskuldingar. Þannig að við hérna á Íslandi, og það er annar kostur við Ísland, er að við eigum nánast full fjármagna lífeyriskerfi þar sem að fólki í landinu búið að leggja fyrir í áratugi og við eigum við höfum hlutfallslega mesta lífeyrissparnað í heimi og þannig að sko Frakkar eru gjörsamlega ófjármagnaðir hvað þessi mál varðar.
Og einhver þarf að taka reytingin einhver tímann, sko. Já, og þú veist, og þá fer að hugsa, sko, hvernig þessi dýnamík í Evrópu? Mér kannski áhugavert að benda á það kom hérna maður á, held að kallist landsting Viðreisnar í september, sem heitir Guy Verhofstadt, og þeir hérna voru að púkka upp á þennan mann. Og fyrir hvað stendur þessi maður? Þetta einhver mesti Evrópusinnin, og það sem hann stendur fyrir eru svona bandaríki Evrópu í rauninni. Þannig að hann vitir í rauninni að Evrópa verði eins og bandaríkin. Það sem allir eru saman í einum graut og ég get ekki séð hvernig það þjónar hagsmunum Íslendinga að labba inn í slíkt hús eins og ég tala í þessari grein. Það sem að Frakkar skulda margfalt á Íslendinga, hætta að vinna 62 ára og höfum við áhuga, hafa skakkrendur Íslands áhuga því að deila þessum byrðum og taka undir þessar byrðar. Borga lífeyrisskuldbindinga Frakka? Ég hef bara 0 áhuga á því og ég meina fjármálamarkaðir eru núna náttúrulega að lesa þetta og sjá þetta. Nú svo komið ávöxtunarkrafa á frönsku ríkisskuldabréfum hærri en á ávöxtunarkröfu á skuldabrjöfum Grikkja. Þannig að Grikkir og þessi lönd, hérna fyrr, ef við munum kannski eftir fyrir svona 10-12 árum, þá voru the pigs of Europe mikið umræðinni og þetta Portugal, Írland, Ítalía, Spán og Grikkland. Þeir voru svo illa stattir að Steingólfur Jósefsson var næstur landsstjóðan landsauðvikið. Hann sagði það, hún hefur verið búið það, sko. Það bara fínt gott að Daði hafi skrifað þessa greina því að ég var einmitt að skrifa þessi mál þegar allt þetta gerðist á Morgunblaðinu og hérna, sko, það allt rétt sem þú segir og þetta vita allir en það einhvern veginn, sko, Evrópu umræðinin á Íslandi svo fáviðaleg og byggð á einhverju svona draumorum og þekkingaleysi að hérna sem að hvílir allt á því að bara ef við fáum evru þá bara þurrkast út hagsveiflur, gengisveiflur og allt. Það vissulega gengisveiflur en bara byrtast með öðrum móti, sko. Dagur B. Eggertsson heldur allir fá íbúðir. Já, fólki vantar ekki íbúð, fólki vantar evrur. Rosalega og þetta þælt upp og til að mynda eins og sko það byrjað sko kræla á mörgum að sko hugsunarvillunum sem að einkenndu umræðina þegar við þó sóttum aðild hérna árið og það til að mynda þá sko hérna fólk alltaf jarmandi að hérna fólk í Evrópu borga bara fasteignina sína einu sinni meðan við gerum það margoft sko sem sagt útgjöld til fasteignamála eða útgjöld vegna fasteignakaupa sem hlutfallar ráðstöfunum tekjum á Íslandi það lægsta sem það þekkist í Evrópu. Staðan núna með síðusta fjármálastöðuleika Seðlabankans. Erum við að borga eitthvað margfalt upp? Hvaða della þetta? Þessu tengdir einmitt skemmtilegt að því viðskiptablaðinu voru að fjallum bara núna að Danmörk að leggja til breytingar á hérna og kynna það bara í vikunni. Að sem sagt lækka greiðslubyrði fólks af því að það var svo erfitt með að kaupa fasteignir. Býtuð, þau eru með lægri vexti en við. Ég held þetta að vera töfralaust. Tengd að það eru. Já, en ég meina, þú veist, punkturinn bara lægri vextir ekki töfralaust. Hér eru ráðstöfunartekjur, kaupmáttur, gríðarlega mikill. Lægstu laun á Íslandi eru miklu hærri en annars staðar. Þannig það bara. Lægstu laun á Spáni, þetta kannski 200.000 kall. Hvað við? 440 á Íslandi. Þú veist, þannig að það þarf aðeins að horfa dýpra en það sem mér langar aðeins að halda áfram með þessu umræði sem ég var að tala þegar the pigs of Europe voru í umræðinni og hvað var gert? Ávöxtunarkrafan á skuldabréfum þeirra hækkaði, hvað var gert? Evrópski seðlabankinn byrjaði að prenta pening. Við ætlum að bjarga þeim, við ætlum að kaupa skuldabréf þeirra og það bara peningaprentun. Nú ávöxtunarkrafa langtíma ríkisskuldabréfa á þessum ríkjum og sérstaklega eins og Frakklandi relatíft komin á það stað, þetta orðið vesen. Og það bara stutt í það að það komi inngrip frá Evrópska seðlabankanum. Það sem þau þurfa að prenta pening til að kaupa skuldabréf til að halda þessu gangandi. Það blasir við. Þú voru útskýra mannamáli hvað þetta þýðir ávöxtunarkrafan sé. Þetta þýðir það bara að fjármögnunar kjör þessara ríkja orðin gríðarlega há. Og hæstu sem séð í langan tíma. Og eins og ég segi, ég að benda á að fjármögnunar kjör Frakkar orðin hærri en hjá Grikkjum. Og Frakkar skulda óheyrilega mikið. Það kemur á því að þeir eru komnir í það mikil vandræði að það þarf að bregðast við. Alveg eins og þau þurft að bregðast við þegar Ítalir, Grikkir, Spánverjar og fleiri. Viðbröðin þá, og það alltaf viðbröðin í þessu kerfi sem við búum við. We print the money.
það prentaður peningur og það felur bara í sér að Seðlabankinn kaupir ríkisskuldabréf landana til þess að lækka fjármögnunarkjörin, lækka ávöxtunarkröfuna og mér finnst bara að blasa við að þetta framundan í Evrópu og hverjir bera kostnaðina þessu, þetta þetta bitnar á evrunni sem gjaldmiðill ríkisins. Við erum ekki í þessu hérna á Íslandi, við munum ekki þurfa að prenta hér peninga til að kaupa og lækka ávöxtunarkröfu íslenska ríkisskuldabréfa þegar við skuldum undir 40% landsframleiðslu. Þannig að þú veist, það fáránlegt að vera að tala að fara inn í þetta samband þegar þetta blasir við. Ég bara skil ekki þessu umræðu, sko. Ég meina, ekki sem sagt íslenski bankar að fjármagna sig í evrum á betri kjörum en franska ríkið. Já, ég meina, þetta eiginlega orðið fráleitt, sko. Spyrjið sig hvað ertur út í þetta. Og það líka gaman að tala þessa Draghi-skýrslu sem að kemur fram og það sem Mario Draghi og innsti koppur í búri í Evrópusambandinu var auðvitað yfir Evrópska seðlabankanum og bara búin að vera svona ESB maður út í gegn. Hann segir bara, við erum í ruglinu, við þurfum að breyta, við þurfum að afregluvæða, deregulate, við þurfum að keyra þetta í gang, það það sem hann segir og hann jafnvel talar evrópska skuldabrútgáfu, hvað þýðir það? Allir deila byrðuna með öllum, þeir sem að drulla á sig, sleppa með skrekkin og þeir sem ábyrgir þurfa að taka hitan af því. Þetta ekki góðu díll og þetta það sem Guy Verhofstadt vill gera, sem við nefndum og að einhvern veginn að þetta verði bara einhvers konar bandaríki Evrópu. Þetta sem Viðreisn vill gera almennt, sko. Það eru margir talandi Viðreisn, það eru margir sem að vilja tala Draghi-skýrsluna, ég vil fyrir að tala Pavel-skýrsluna sem var birt á Vísi fyrir 2 vikum. Það sýndan það að Ísland væri bara algjörlega í tómu rugli þegar það kemur að samkeppnisfærni gagnvart Evrópu og þetta gerða með að taka öll skráðu fyrirtækin í kaupöllinni en taka samt út Alvó og Marel JBT og segja, þetta bara, það engin nýsköpun, þetta bara allt einhverja retail shoppur og bankar og... Hann hefur ekki til að kera sér. Nei, greinilega ekki. Nei, menn þetta bara brandari, þetta bara fáránlegt. Já, varðandi Viðreisn, hvaða fólk flýtur belga til landsins? Hvað það? Sem skemmtilegt. Sko, þessi grein hjá Degi Bjarketsinni, við vitnum að síðustu vika sem var að tala það, sko, að íslenski fasteignakaupendur þyrftu evru, sko, einhver sagði að það að taka við fjármálaráðgjöf hjá Degi Bjarketsinni væri svona eins og Ossi Osborn hefði verið með lífstíðsráðgjöf það kannski ekki alveg það sem þú vilt gera, sko. En þér var nú svarað, þessari grein var svarað. Já, ég ennþá bara reyna að skilja þessa grein. Magnús Árni Skjöld Magnússon, hvað hann ekki formaður, hvað Evrópusamtakana? Hreyfingar. Ég hef aldrei hitt hennar mann prófessor á Bifröst sem í skíinu aldrei hirt hennar mann en þetta var lygileg grein og Hann sagði þar að þú var í framkvæmdastjóri Visku lífeyrissjóðs. Já, ég sem sagt hann ekki Þakkaði fyrir að vera fyrsti maðurinn í áratugi sem að þorir að stíga upp úr skugga Davíð Oddssonar. Og þessi grein náttúrulega, ég ekki ennþá búin að skilja raunni hvað hann var að reyna að segja en ég náði ekki inn til því. Getur þú útskýrt það fyrir? Nei, ég skiljaði ekki sjálfur, sko, en ég ætla ekki að reyna. Já, hann sko, ég get alveg held ég útskýrt greinina, sko, því að ég las hann í öllum útgáfum og sem sagt, það sem henni að segja að það sé svo mikið af fólki í lífeyrissjóðskerfinu sem þú starfar í og í atvinnulífinu og að koma á honum að bara við verðum að taka upp evru, bara eina sem við þráir evra en þú ekki að segja að því að Davíð Oddsson ritstjóri Morgunblaðsins og hann var að hrósa þig fyrir að þótt að væri ósamálaður að þú hafi verið að tjáðu Evrópumál að því að þetta væri sko allan að boða og gott að svona áhrifa fólk í lífeyrissjóðakerfinu væri þó farið að tjásu Evrópumálin ég er ekki hræddur við Davíð Oddsson. Þú ert ekki hræddur við Davíð Oddsson. Þetta Davíð Oddsson indælis maður. Já, frábær. Það er magnað sko. Ef þetta eru rökin sem að Evrópusinnar eru með þá veit ég ekki hvað, þetta er ótrúlegt. Já, rökin annars það líka, þegar við sáum nú bara, það var nú broti í Silfrinu á mánudaginn síðastliðin, þar sem að Dóra Björt Guðjónsdóttir, oddviti Pírata í Reykjavík, var spurð stöðun á fasteignamarkaði. Og þá brást hún, ég sá að Þórarinn Hjartarson vinur okkar, hann klippti hún út og byrti á Twitter og bara hverjum hún mikla þakki yfir það, en við skulum heyra hvað hún sagði, aðspurðum stöðun á fasteignamarkaði. Við skulum hafa það í huga. Að tala bleika fílinn í herberginu sem er gjaldmiðillinn okkar
og það ekki alltaf stemning fyrir því en ég held að fólk sé bara komið nóg. Já, og hvað boðar þú í staðinn? Evru? Við Reykjavíkurborg ráðum því víst ekki. Hérna getum ekki... En svona, að því að þú segir, já. En mér finnst allavega ástæða til að taka alvarlega þá umræðu og tengja hana, hún hefur verið tengd einhvern veginn við rosalega svona hápólitíska umfjöllun og jafnvel einhverja þjóðerniskennd og eitthvað slíkt og hvernig þetta var í kringum hrun, ég veit að þetta ekki allt alveg einfalt en Nei, þetta ekki alveg einfalt. Spurningin sem hún fekk var húsnæðisvandamál og það var að leysa það með evrunni og málið dött bara. Turnarnir 2 í íslenskum efnahagsmálum hafa tjásögumáli Dóra og Dagur og það segir kannski líka eitthvað þekkingun og innsæið að það talað bleika fíla, sjá bleika fíla í samhengi við að fá delirium tremens eða vera með alvarlega áfengis frákvörf. Það stundum talað fílin í herbygginu þegar einhver vill ekki ræða eitthvað mál og síðan talað fíla í postulinsbúð. Hvaðan kemur þessi bleiki fíl sem yngi vil ræða Það var kannski ekki skil punktin að það var ekki að sé var í síðan. Nei, ég þurfti að koma svo að. Það fyrir óendanlega töðun að mér engin minnist á þetta Nei, hún var allavega ekki að kljúfa atómið þarna. Og ekki að lesa stöðuna fasteignamarkaði. Nei, eins og það er ekki gjaldmiðill sem útvega lóðir og það er kannski framboðsvandi sem hefur verið stór hluti af vandamáli okkar og auðvitað gengdarlaus fólksfjölgun. Ég meina að það kom nú fram einhver skýrsla fyrir ekki löngu þegar sem sýndi að það hefur ekkert land nálægt í fjölga jafn mikið af fólki í OECD eins og við. Auðvitað er það erfitt og krefjandi. Þannig að alltaf að vera að kenna krónunu það. Já, þetta samkvæmt þessu. Nei, ég meina að þú veist... Þetta fólk ber ábyrgð á því að halda niður frambúðunum meðan eftirspurn eykst og hefur aukist gríðarlega og við sem að trúum á markaðslögumálin sjáum hvað það leiðir af sér verðhækkanir. Já. Þetta er ekkert með krónur að gera. Þetta er hluti af því hluti af ástæðan fyrir því að Píratar kannski felli á þingi síðustu kosningum að það komur svona bullsvör við einföldum spurningum eða ekki einföldum spurningum, en einföldum málaflokkum. Ég myndi segja það að hluta því að Píratar fjalla á þingi sé meðal annars það að þeir hafa ekkert vitrænt málun að leggja. Já. Hvers vegna er ítrekka verið að leita til Vinstri grænna, Pírata og fleira sem var hún er svo sem í borgarstjórn en hún vissilega getur haft áhrif á húsnæðisvandan ég held þessi búin að sjá svona en meina hvað er Svandís búin að koma oft í viðtöl mjög oft henni var bara hafnað henni var bara hafnað Rúf hins vegar vill halda nafninu lifandi einmitt ótrúlegt þú myndist aðeins á loftslagsmálin áðan við sáum náttúrulega að nú stendur yfir COP30 ég vil segja að það sé gríðarlega jákvætt að íslenskum fulltrúum á loftslagsráðstefnu hríður fækkar milli ára sá að fréttum það Vísi staðreyndin er sú að og Þórður Pálsson hefur nú verið grimmur að koma inn á þetta í þættinum hjá okkur Vaxtatúan já, ég meina Ísland mengar nánast ekkert sem hlutfall af heiminum og upprunalega föllumst við á einhver ákvæði þar sem að við í rauninni, ég veit ekki hver hlutfallin eru, við mengum á skalanum 1 og allir hinn eru á skalanum 100 og svo segja, það ætla allir að minnka losun 20-30%. Við áttum bara að segja, fyrirgefið, þegar þið eru komin á staðin sem við erum, þá skulum við tala saman. Við ætlum ekki að gera neitt þangað til. En íslenski pólitíkusar virðast ekki hafa áhuga á því að sinna hagsmunum Íslendinga. Þetta er fyrsta máli, og svo núna kemur til viðbótar við þetta, erum við að sjá þessar álugur á flugfélög og annað. Hvers vegna er þetta staðan? Hvernig vorum við ekki að berjast fyrir hagsmunum Íslendinga og íslenskra flugfélaga og bara, ég er ekki að skilja þetta og ég hef áhyggjur af því að það séu pólitíkusar hér og það er ekki bara núverandi ríkisstjórn, það er líka fyrrverandi ríkisstjórn sem virðist vera uppteknar við það að vera vinsæl í útlöndum á einhverjum ráðstefnum heldur en að hugsa hagsmunu Íslendinga. Mér finnst þetta bara blasa við trekk í trekk og íslenskir pólitíkusar þurfa bara að fara að rífa sig í gang og fara að hugsa hagsmuni Íslendinga fyrst og fremst og aftur, við mengum 0,008%. Það er losunar stuðullin á Íslandi. Á sama tíma er Kína búin að auka raforkuframleiðslu sína mest með kolum gengdarlaust í síðustu 25 ár. Þannig að allt sem við gerum skiptir í raun engu máli í samhengi hlutana.
engu. Og ef heimurinn raunverulega að farast út af CO2 mengun, nú þá ættum við að stoppa allar flugumferð, hætta viðskiptum við Kína og svo framvegis. En það erum við ekki að gera og kannski þessu tengt, þá var Bill Gates einmitt að viðurkenna heimurinn líklega ekki að farast út af þessu máli. Þannig að sko það algjör viðsnúningur hjá honum já, en við erum einhvern veginn sko eitt hreinasta land í heimi að setja okkur auknar byrðar fyrir hvað? Hvað er þetta að fara að skila heiminum okkar contribution í milljörðum? Það er að segja okkar contribution sem lakari lífsgæði er ekki að skila neinu í þessum 72 málum í heiminum þegar á heildina litin. Það bara blasir við og ég skil ekki hvernig fólk er ekki að tala meira þetta og mótmæla þessu meira. Ég sem sagt mótsvarið þessu sko gæti verið allir hugsuðu svona en það er bara staðrind málsins við erum búin að gera svo mikið nú þegar og þú veist ég við bara jarðhitinn og allt það sko eins og þetta segja sko. Ef við horfum bara á myndina Kína og raforku framleiðsla Kína við vorum ekki að spila saman daginn, þú sendur okkur á mynd sem við bara hendur upp á skjáin hérna af Kína þannig að þú ert með sko þú sér bara raforku framleiðsluna og aukninguna og af hverju þessi aukninga þessi stað þetta er bæði þetta er bara heimsálfunar og þetta er líka sko CO2 emission sem er algjörlega í takt við orkuöflun og þarna sjáum við þetta af hverju Kína að auka svona mikið raforkuframleiðsluna sína það er vegna þess að við ákveðum að outsourca meira og minna ótrúlega mikið af framleiðslu til Kína og svo segjum við erum að draga losun en svo erum við að kaupa allt rastlið frá Kína sem að þeir menga við að framleiða og við kaupum það og segjum við erum rosa góð, við erum að minga losun bla bla bla, þetta er svo kallar greenwashing og þetta er algjör brandari fyrir þá sem að hlusta þá er þetta bara graf sem sýnir bara hvað raforkuframleiðsla Kína hefur margfalt aukist á við aðrar heimsálfur raforkuframleiðsla Kína í dag er meiri heldur en Bandaríkjanna, Evrópu, Indlands og fleiri til samans og mest af þessu kemur úr kolum þannig að sko ef að staðan er þannig heimurinn er að farast úr CO2 losun þá þarf að tala Kína sem enginn veit gera nei sko, þannig að þetta fer ekki alveg saman sem hljóða myndina sko það sem að er líka ekki nægilega mikið rætt að það er gjörsamlega galið að fólk trúi því að sé einhvern veginn hægt að stilla af magn CO2 í andrúmsloftinu eða stilla hitastig jarðar út frá gegnum skattkerfið. Það bara virkar ekki þannig. Já, það bara fullt af fólki sem trúi því sem sko. Já, það er vegna þess að þessu hefur aldrei verið andmælti að þetta sko debat ekki tekið. En sem betur Jú, en þá ertu kallar afneituna sinni. Já, en þarna sjáum við sko myndina þessi CO2 emissions. Það sem að Asía og þannig Kína náttúrulega leiða þetta er að hækka ár frá ári, sama tíma Evrópa að lækka. En þú veist, að stóru leiti þetta vegna þess að við erum bara búin að segja við Kína, heyrðu, þið græðið þetta fyrir okkur og þið mengið bara hjá ykkur og við kaupum þetta svo af ykkur og við erum clean. Þú veist, þetta er algjör brandari, þetta er bara hræstni. Þannig að það þarf að tala þessi mál af einhverju það þarf að vera vitræn umræð þetta. Síðast þegar ég vissi, þá búum við á einhverju jörð sem er bara kúla, þannig að það skiptir einlega engu máli hvar þú mengar, það bitnar á jörðinni ef þetta er að fara Þannig að það að outsourca vandamálin til Kína er ekkert að fara að bjarga heiminum. Þess vegna finnst mér bara fráleitt. Við á Íslandi, við höfum bara að segja, núna höfum við bara að segja, heyrðu, við ætlum ekki að taka þátt í þessu. Taliði við okkur þegar þið eru komin á þann stað sem við erum. Við erum vistvæn, við erum græn, við framleiðum nær eingöngu græna orku. Við ætlum ekki að fara að láta flugfélögin okkur borga milljarða og skipafélögin og ég veit ekki hvað og hvað. Græið þið ykkur og svo tölum við saman. Þetta er bara að grafa undan grafa undan lykiltengingar okkar við heiminn. Það er að ég getum skipafélögin og flugfélögin. En svo má bara skoða saman í þessu samhengi hvað hagsæld og orkuframleiðsla fara mikið saman. Það helst algjörlega í hendur. Algjörlega. Og þar er bara, þetta bara fer algjörlega saman. Orkuöflun og hagsæld. Og það eru engin lönd sem ekki sækja orku sem búa við alvöru hagsæld. Þannig er það bara. Og ástæðan fyrir að Ísland hefur það svona gott er eina af ástæðanum, það er auðvitað stjórnarfari gríðarlega mikilvægt. Það er líka, við höfum aðgang að auðlindum og orku. Það má reynda bara til að benda á að þá er land sem að bjófi mikla hagsæld, hefur gríðarlega aðgang að orku á stærstu olíu auðlindir í heiminum.
það land heitir Venezuela. Við erum núna með töluvert af flóttamönnum frá þessu landi vegna þess að það var rangt stjórnarfar í því landi sem veldur því allt fyrir kalda kol. Þannig að auðlindir eru ekki nóg. Það gríðarlega mikilvægt að hafa rétt stjórnarfar og passa það að það sé verið að við skulum sagt að sósíalismi ekki að virka neins það sem að kemur. Nei, það bara búið að sýna sig marg oft og það eiginlega ótrúlegt að við sem að upplifa það. Í gær var sósíalískur múslimi kosinn borgarstjóri í New York. Já. Mér finnst það eiginlega alveg ótrúlegt. Það mjög undarlegt. Já, en þú veist þannig að það ótrúlegt að sósíalismi sé að fá meðbyr enn þann dag í dag. Það sem hann hefur aldrei virkað nokkuð staðar. En þarf ekki bara... Þetta er nú ekki algjörlega einstætt í Suður Bandaríkjanna því að eins og Alice Cooper bent á í Wayne's World þá hefur Milwaukee tvisvar kosið sósíalískar borgarstjóra. Hver maður það ekki? Ok. En sko... Það sem mér finnst svo magnað sko er að aftur, ég vil tala pólitíkusa sem að bera hag Íslands fyrir brjósti fyrst og fremst og sé að hætta að horfa á allt annað. Hvert plan okkar Íslendinga? Nú erum við til dæmis að horfa á Saudi-Arabíu sem er með prógram sem heitir Vision 2030 þar sem þeir eru í rauninni bara að leggja langtíma plan það að auka vægi á AI og gagnaverum og svo framvegis og þeir eru í alls konar hlutum að reyna að fasa sig út úr olíunni eða allavega að þeir vita að þeir muni ekki geta treysta hana eilífu. Þannig að það er bara langtíma prógram. Auðvitað hafa Kínverjarnir líka verið með langtíma prógram í sínum hlutum. Hvert er langtíma prógram okkar á Íslandi? Hver er langtíma sín okkar? Það er búið að stýrast mjög vel hjá þessari ríkisstjórn að langtíma prógramið sem að þeir eru að vinna eftir er það að berjast gegn verðmætasköpun. Þessari ríkisstjórn er illaði verðmætasköpun og vill skattleggja. Já. En þú gætir alveg sagt það sama ríkisstjórnin sem var á undan. Það var alveg ömuleg ríkisstjórn líka. En það sem ég vil sjá er að við þurfum að fara að móta plan. Nú búum við á heimurinn er að fara í gegnum einhverja mestu breytingar sem nokkur sinni séð með tilkomu gervigreinarinnar. Og þetta er eitthvað sem við í Visku höfum legið mikið yfir núna í langan tíma og vorum nú að stofna sjóð sem að pæli mikið í þessum hlutum og sérstaklega fjárfestir í hlutabréfum og svona rosalega mikið að pæli í orku tengdum hlutum. Og það er náttúrulega þannig að orku eftirspurn er gríðarleg í dag og það er fyrirsjáanlegt að hún verði gríðarleg ókomin ár núna. Ísland er í stöðu til að útvega orku ef við bara viljum það og ætlum það. Og það er bara svolítið stórt ef. Já, en þú veist, þetta snýst bara vilja stjórnmálamanna. Við kjósum fólk til Alþingis til þess að gera hluti fyrir okkur. Og það er allt hægt. Það þarf bara að gera það. Og þannig að ég vil sjá okkar plan þar sem við ætlum að fara að nýta miklu meiri orku hérna. Ég vil fyrst að við fáum meira fyrir orkun okkar. Ég vil að við nýtum meiri orku af því að það fer algjörlega saman við lífsgæði. Og það er bara þannig að orku eftirspurnin sem er í dag er gríðarleg. Ég held að ef við værum ekki að einbeita okkur að því að vera einhverstaðar í einhverjum populískum aðgerðum og værum að tala til dæmis við Bandaríkin að gera einhvern samning. Nú er til dæmis Bretland að gera eitt stærsta fjárfestingarsamning í sögunni við Bandaríkin. Erum við að gera eitthvað svona? Gætum við ekki farið og sagt, við ætlum að útvega ykkur svona miklu orku til næstu 10 ára, ætlum að gera svona og svona, þið fáið að setja upp gagnaver, ykkar fyrirtæki koma, við gerum sæstrengin á milli sem er betri, gagnastreng og svo framvegis. Er Þorgerður Katrín í þessu eða er hún bara að tala Ísrael og Palestínu og eitthvað svona? Hún er ekki... Og þetta er það sem ég er að biðja frá stjórnmálunum. Þetta er stóra myndin heima er svo að það er bara orðin viðtekin hugsun og almenn að sem sagt atvinnulífið sé til þess að fóðra ríkisreksturinn sem að fer sífellt stækkandi. Og þetta gerir meðal annars að verkum að meira hluti þeirra sem að setja á Alþingi eru algjörlega aftengdir verðmætasköpun að því að þeir hafa aldrei unnið þeir hafa unnið á ríkinu eða hjá hinu opinbera og þannig að við erum ekki með réttu fulltrúana til þess að koma með þessa sín sem að Daði er að lýsa og í því felst aldrei vandamálið. En svo kannski er þetta eitthvað sem að ekki eitthvað ein ríkisstjórn þarf að móta. Nei, þetta er bara enda er ég að segja það að það er almennt og viðtekið hugafar hér á landi og sem bara þertu alla flokka
að sem sagt atvinnulíf sé til þess að fóðra ríkið. Verðmætasköpun er einhverja græð og mikið, þá er það tækifæri til þess að taka þá peninga til þess að stækka ríkið enn meira. Og þetta leiður að sér hugafar að alltaf þegar kemur eitthvað vandamálu upp, hver á að leysa það? Hvernig leysu það? Með auknum ríkisútgjöldum. Og þetta er náttúrulega mjög skilvirk og greið leið til þess að komast á nákvæmlega sama stað og til að mynda Frakkland er í dag Akkurat. án þess að ganga í Evrópusambandið. Já. En að þessum orkumálum, þá er bara, þú veist, þetta er auðlind sem við höfum og það er alltaf talað um hérna fiskurinn er auðlind og það þurfa allir að nýta hann sem best og það hefur svo sannlega verið gert í einkarekstri sem er að nýta meira og minna allt. Ég vil að við nýtum orkuna sem best og ég hef nú áður talað um þetta. Einu sinni fór Katrín Jakobsdóttir sem þá var forsætisráðherra framan á FT og Financial Times og sagði við viljum ekki Bitcoin mining, við viljum frekar eitthvað annað. Og á þessum tíma er Ísland með umfram orku sem sagt, og eini stór kaupandi orku, stórnotandi sem er kaupandi á umfram orku eru til dæmis þessi Bitcoin minerar í gagnaverum. Og við Ísland hafði umfram orku í mörg ár. Og þetta var frábær kaupandi, þetta jók virði orkunar okkar. Í staðin fyrir að hún nýttist ekki neitt, þá fengum við virði fyrir hana. Já. Við seldum hana og síðan var einhvers konar pólitísk ákvörðun tekin, að því að allt í hennu var engin umframorka í smástund, að rekja alla þessa aðeins úr landi. Nú erum við með umframorku. Og hverju getur nú nýtt hana í dag? Og það var akkurat þessir aðeinar. En það er engin slíkur eftir á Íslandi, að því að það var ekki pólitískt flott að hafa þá hér. Af því þetta eru aðilarnir sem geta rampað upp framleiðslu strax, þeir getur keypt gamla búnað, getur komið og tengt síðan á netu og byrjað að borga bara strax. Nú erum við með massa vesen fyrir norðan í PCC, við erum með massa vesen hérna á Grundartanga og ef þú værir með einhver svona starfsemi og hún þarf ekki að vera rosalega stór hluti af heildar orkunni, en þetta eru aðilar sem eru góð harmonika til að balansera neti og við ákváðum án þess að vera að taka sko fjárhagslega hagsmuni heldur meira bara einhvers konar pólitík, nei við viljum þetta ekki, að því bara. Og nú erum við allt í hennu komið með massa umframorku sem ekkert nýtist og fáum ekkert fyrir. Og þú veist þannig að mér finnst þetta er svona lýsandi dæmi hvað við erum að gera hlutina illa. Við eigum að vera að reyna að fá sem mest fyrir orkun okkar og við eigum líka aukana. Þessir nýju aðilar sem er að kaupa orku, öll þessi gagnaveru uppbygging tengstum við gervigreind, þeir eru til í að borga miklu hærri verð en við höfum verið að sjá. Hvers vegna? Vegna þess að búnaðurinn sem er að kaupa frá Nvidia, hann er svo dýr að orkuverðið er orðið miklu minni hluti af jöfnunni. Þannig að við getum verið að fá miklu hærri verð fyrir orkun okkar með svona samningum og þetta er eitthvað sem við eigum að vera að keyra á. Þetta er verðmætasköpun fyrir íslenska ríkið. Og út af þessi tækifæri voru ekki nýtt, þá þarf greiði daði að grafa þetta Bitcoin með höndunum. Eitthvað starfður ekki þessi. En þetta er bara hárrétt og það er ástæði fyrir að við erum ítrykkað að fjallum þessu mál hér. Það skiptir máli hvernig verðmæti verða til og að þau verði til, að það sé einhver sem vilji búa þetta til. Þau verða ekki til í fjármálaráðuneytinu. Nei, heldur betur ekki sko. Við ætlum að fara hérna yfir svona nokkrar fréttir, maður fer svo mikið á Kringlukróna, það er alltaf verið að stoppa maður þar og spjallum pólitík og viðskipti og alls konar sem er í fréttum. Þannig að hérna ég er búin að taka saman nokkrar svona punktar sem menn hafa bent á. Ég var hérna áðan, það var að segja einhverja Kringlukróna væri líklega sko einn af vissasta stöðu landsins, alltaf það sé ekki rétt, það er alltaf mikið að gera þar. Toppstaður, frábær staður. Orðið eitt elsta veitingahús borgarinnar. Já, klassík. Eina þeir fréttar sem birtist í vikunum var auðvitað þjóðarpúls Gallup, þar sem kemur fram að fylgi Miðflokksins er að aukast nærri 5% stig milli mánaða. Nýr varaformaður og mikil athygli á Miðflokkum þennan mánuðinn. Miðflokkurinn er nú bara að kroppa í hælan á Sjálfstæðisflokknum, en það er svo sem ekki, þetta er ekki mjög hátt uppi sko, þetta kropp. Nei. Ef við fréttum aðeins neðastráka þá sjáum við hérna stöðuna á hérna flokkunum öllum aðeins neðar, þar sem að Samfylkingin mælist þetta bara langefst og Sjálfstæðisflokkur þeir eru nú að stækka þetta, ég er nú svo gamall. Sjálfstæðisflokkur með tæp 18%, Miðflokkurinn 16%, Samfylkingin í 32%, Viðreisn tæp 14% og svo kolli. Þú veist, Miðflokkur og Sjálfstæðisflokkur, ég meina þetta er einhvern veginn, þú veist, er þetta bara komið til að vera þessir tveir flokkar hægra megin og svipa fylgi? Eða hvað haldið þið? Ég skil ekki hvernig Sjálfstæðisflokkurinn er svona hár, mér finnst bara allt verið upplausn í þessu flokki, það er svona mín 2%. Það er það alltaf svolítið? Ég meina, hann hefur oft staðið betur allavega. Já. Og ég meina, auðvitað líka Sjálfstæðisflokkur það bara að sanna sig. Ég meina, hver var með orkumálin á vegum Sjálfstæðisflokksins? Og hvað gerði hann?
Guðlaugur Þór. Getur þú sagt með það? Já, einu sem ég manni var það komið hann að kynna skipt klósett. Já, þau voru nefnilega mjög mikilvæg fyrir verðmætasköpun í landinu. En þetta er ekki á brandari. Nei, þú veist það bara, hvernig sko, nú kemur Jóhann Páll, sem sko fyrir starfsmaður heimildarinnar og hann að gera miklu meira en Guðlaugur Þór. Og nú ég ekkert einhver sérstaklega stuðningsmaður hans, en hann verður bara að gefa honum hrós að hann er að reyna að fara og keyra á hlutina. Ég bara skil ekki hvað sjálfstæðismenn voru að gera. Ég er ekki að skilja. Hann skilur orsakasamhengi milli orkuöflunar og verðmætasköpunar. Það er bara komið skýrt ljós, Jóhann Páll. Já, hann verður skilja betur heldur en eitthvað sem sjálfstæðisflokkur segir standa fyrir. Mér finnst þetta alveg ótrúlega. Ég held þetta sé sko, hluta að þessu sé bara það að miðflokkurinn er með mun meira afgerandi málflutning en sjálfstæðisflokkurinn. Nú er þetta fóresta. Já. Og þetta sé ekki síst það sko. Og sem sagt gengur betur að ná eyrum fólks. Og svona setja og hafi meira dagskráhald. Já. Ég held líka, sko, vonin fyrir sjálfstæðisflokkin held ég að sé eins og að horfa á Ásdísi Kristjáns í Kópavogi sem virðist að gera frábæra hluti þar. Hún líka bara talar opinskátt hlutina. Hún er að segja, heyrðu, ég er að reka sveitafélag og það er óslega erfitt að reka fólk, það er óslega hátt veikindi hlut og allt, þetta er svona og svona, ég vil breyta þessu. Hún talar þetta opinskátt. Hún að taka þann slag. Og hún að gera það vel. Þannig að það er allavega fólk að inni, það er fólk í flokknum sem getur gert eitthvað, en mér finnst núverandi fórasta, þetta er bara orðin einhver svona innri slagur, milli Áslaugar armsins og Guðrúnar armsins og þetta er ekki mjög samfærandi eins og þetta og það þurfa að rífa sig í gang. Það er alltaf bara að gera eitthvað. Samband mitt við núverandi forystu sjálfstæðisflokksins er að mörgu leyti mjög líkt og samband mitt við Florian Wirtz. Okay. Þetta er mjög flókið sko en maður vonar að gerist eitthvað. Já sko, þegar þú ert búin að bregðast trausti þá þarfst að vinna það tilbaka. Það eru það Florian. Þannig er það. Já, hann komið hálft ár frá þessum landsfundi sko, sem að Guðrún kjörin. Já, en þetta er bara staðan. Flokkurinn er í vandræðum. Það þarf bara að rífa sig í gang. Já, það getur verið að Reykjavíkurborg þyrfti líka að rífa sig í gang. Þar var verið að kynna í vikunni fjárhagsáætlun fyrir næsta árs. Það sem að kemur fram. Sko, ég valdi þetta sérstaklega frétt viðskiptablaðsumynda því að mér finnst einhvern veginn flesti fjölmiðlar fjalla með skringilum þessi mál, bara borgir ekki með hagnað á næsta ári eins og það væri bara sjálfsagður hlutur. Við sem höfum fylgst með fjárhag borgarinn síðustu ári vitum að þessar fjárhagsáætlanir standast eiginlega aldrei. Ég þarf vel að biðja bara vinur mín í Epic að henda upp stuðli. Bara eru einhver líkur á því að þessi fjárhagsáætlun standi eða ekki? En það kemur fram að það er stemt að því að reka borgarna með tæplega 5 milljarðar króna hagnaði á næsta ári. Sko, ég sagði áðan I call bullshit. Á maður ekki bara gera aftur á þessu, sko. Jú, þetta er bara þetta gerist á hverju ári. Það er svo sem kostingar næsta ári þú þarft að reyna að koma með einhverja jákvæða fjárhagsáætlun en að gæslappa. I believe it when I see it. Já, þetta er svolítið þannig sko. Það hefur verið fjallað sem sagt þessar væntingar arðgreiðsluna frá Orkuveitinu sko, en minna verið fjallað að í þessari áætlun er gert ráð fyrir 7 milljörðum út af virðisbreytingum í félagsbústaðum. Já. Ég held að það sé ekki gott kól fyrir þróun og markaðum næsta ár sko. Það sé dálítið stress. Og ég meina við vitum ekki ennþá hvort að sko Norðurál geti staðið við alltaf þennan skuldbindingar sem eru áhverjum og Orkuveitu Reykjavíkur. Þannig að 6 milljarðar króna arðgreiðsla til borgarinnar. Ekki nema bara borgin ætli að gera eins og hún hefur reyndar áður gert, bara tæmt Orkuveituna. Bara skafið þetta innan. Já. En það er bara, ef að rekstur borgarna stýstu það sko að tæma Orkuveituna, þá ertu komin á mjög mótastað sem við þetta erum komin. En það er nákvæmlega sko sama með borgin og ég var að segja áðan sko, það er verið að fóðra eitthvað skrimsli sem þarf alltaf meira og meira. Og það eru svo rosalega miklu peningar farnir í sko þessa miðlæðu stjórnsýslu. Ágætis frétt sem að Róbert Ragnarsson benti á var að samburðin á stjórnsýslukostnaðinum í Reykjavík sem er langt herri en sko bara öllum öðrum sveitafélögum. Bara er svo mikið spik, brjálaðislega mikið af fólki sem hefur ekkert að gera og er að leita sér að verkefnum, finnur sér eitthvað svona verkefni eins og að setja leiðbeiningar um hvernig þetta halda ammælið á borgarmarkana og eitthvað svona. Þetta er sko vandinn sem maður þarf að fara að díla við og þetta er nákvæmlega sambarlegt líka hjá ríkinu sko. Ég held að sé alveg ljóst að sko það er komið tími til að reyna að fara að skilgreina hvert er grunnhlutverk sveitafélaga. Og fyrsti fókus á að vera að sinna þeim grunnhlutverki sem er
óska eftir því, til dæmis að útvega leikskólapláss fyrir fólk. En það verðist alltaf allt annað verið í forgangi. Já. Og það er búið að ráða forstöðumenn og aðstoðamenn og mannustjóra og sjálfbærnifulltrúa og ég veit ekki hvað löngu áður nú getur reddað leikskólakennurum. Þetta algjör þvæla. Já. Þetta sko ég hugsa Epicbet vinur minni, ég hlóa bara þegar ég lagði til að setja stuðul á þetta, hvort að fjárhagshallinn minn standast næsta ári ekki, sko. Það er ekki því að gefa peninga, sko. Ég sá bara þessar frétti í viðskiptablaðinu líka, þetta er kannski alltaf að klukka þeim þetta. Já. Að fjárhagslegir Íslendinga í rafmynt hafi aukist, er þetta rétt? Ég náttúrulega átta mikið á því, en ég er ekki hissa. Svo ég drægi viðskiptablaðinu sér efa. Nei, ég meina, staðan er þannig að við Visku erum nú meðlimir í svona skandinavískum samtökum í svona bálkakeðu tækni eða hvað þú kallar það. Og þar var gerð könnun þar sem að Íslendingar eiga hlutfallslega langminnst á rafmyntum af öllum löndum í Skandinavíu. Þannig að ég vona að það sé eitthvað að breytast. Ég er allavega á því að þetta rafmynd er ekki sama rafmynd. Ég er verið mikið talsmaður Bitcoin sem dæmi í langa tíma og það hefur bara alltaf verið að sjá að það er að verða augljósara með tímanum hversu öflug eign það er og er að verða svona meira viðurkennd og tekin í sátt hjá helstu fjárfestum heims og jafnvel núna komin inn í þjóðasjóði hjá Luxemburg og fleirum og þannig að það er svona mikið að gerast þar en það er auðvitað líka mjög mikið af svona varasömmum kemum í þessum geira eins og í mörgu öðru þannig að fólk þarf aðeins að vita hvað er að gera og þú getur alveg, ef þú vilt vera að gambla, að þá er það svo sannarlega hægt í þessum geira en þá ertu líka að gambla en ekki að fjárfesta. Það er mjög mikill munur á því hvar í menginu þú ert og þetta er mjög flókið kannski að mörguleiti að navigata það eða fara í gegnum það. En þetta er sko þessi tala að sem sagt ungir Íslendingar fram að fertu að 14% þeirra sé með sparnað sinn í eigi Bitcoin er líka svolítið merkileg rafmynd er ekki rafmynd segir en sko að því að þetta er náttúrulega sá aldurshópur sem áminnst að sparnað þannig að þetta gæti hugsanlega verið stærri frétt en kannski lítur út þarna sko það sé eitthvað breytt það sé eitthvað bara eitthvað svona breytt nálgun á hvað þú gerir við sparnaðin. En við náttúrulega höfum fylgst mikið með þessu bara svona alþjóða vísu inn í Visku, náttúrulega stofnum félagi núna í byrjun árs 2022 og fólk heldur við erum geðsjúklingar af því að þá eru Nei, og ég meina þá eru þú veist, rafmyntir, Bitcoin og allt bara talið vera einhver algjör þvæla og í rauninni svona hefðbundin fjármálageiri ekki farin að taka þetta upp á sína arma. Það er hins vegar svo sannarlega búið að breytast núna og gríðarlega, nú erum við bara alltaf inn að sjá JP Morgan tala Bitcoin og gull sem vörn gegn þynningu gjaldmiðla. Þetta hefðum við ekki óra fyrir árið 2022. Síðan sjáum við líka Scott Bessent, nú var ammæli Bitcoin núna fyrir stuttu, það var sem kom fram þetta white paper 2008 í byrjun nóvember eða lok október og þá segir Scott Bessent fjármálaráðherra Bandaríkjanna þetta er ótrúlegt, fólk ætti að gefa þessu gaum og svo framvegis. Sá miklu snillíkur. Hvað segir þið? Sá miklu snillíkur. Já, ég meina hann er allavega, hann er fjármálaráðherra í öflugasta hagkerfi í heimi og hann talar með þessum hætti. Þannig að þetta er bara gjörbreyting og við höfum þetta að sé, ég veit ekki hvað við viljum fara djúpt í það en við sjáum auðvitað að hefðbundi peningar undir högg að sækja þegar gull er að keyra úr 2500 í 4000 á miklum hraða og ég held að það segja hansi mikið, ég vil ekki hvað að fara djúpt í þetta en Kína til dæmis eru bara ekki að kaupa lengur bandarísk ríkisskuldabréf þeir eru að kaupa gull af því þeir treysta ekki Bandaríkjunum til að þeir treysta sér ekki til að geyma fjármagn í dollar í ríkisskuldabréfum. Hvers vegna? Vegna þess að Bandaríkjamenn tóku peningana á Rússum þegar réðust inn í Úkraínu. Þannig að þá ertu alltaf komið mótaðalega $8. Komið vont fordæmi þar. Hrikalegt fordæmi þar og þá alltaf ertu komið, byrju hvað eru peningar og hvað er óháð eign og gull er auðvitað sú eign sem að hefur haft virði í árþúsundir og haldi virði og haldi kaupmætti betur heldur en nokkuð annað. Þannig að þetta er svona þetta er langt svar við að Íslendingar eru eignast með þetta var bara já en spurning sko en talandum eignir sem að halda alls ekki virði sín
það sýnið þetta hefur skilað miklu tapi á þessu ári og við vitum alveg að reksturinn þar brekka og svona þeim til varnar þá þetta bara alltaf erfitt að keppa við ríkis fjölmiðlinn, svona því sem haldið til haga. Ég ætla ekki að fara að gera upp ég ætla ekki að fara ítarlega yfir uppgjör sínar á þessu þriðja ársfjórðungi, öðrum ársfjórðungi en það samt, þriðja ársfjórðungi fyrir ekki, að það samt vert að minnast á það að það kemur frem í frétt í Morgunblaðinu í gær að MBL að sín hyggist endurskoða rekstramódel fjölmiðlahlutans. Ég ætlum kannski frekar að fá bara Epicbet til að setja stöður á það hvort að fréttastofan lifi af árið eða ekki. Já, ég náttúrulega veit ekki það en það væri nú flott múf að við myndum bara standa upp í miðri útsendingu á kryddsildinu og loka sjópunni. En þetta er bara neitt dæmi grafalegt ástand fjölmiðla og fréttamiðla og sem sagt ef það er tilfellið að hún hverfur á markaðinum að hversu rosalega bara, hvað þessu umsvif ríkisins á þessu markaði eru hrikaleg og hvað þetta verður nú alveg galið að ríkið situr eitt eftir þessu. Við þurfum bara að treysta á ríkið varandi alla ljósvakamiðlun og fréttamiðlun og ljósvakum. Já, ég hugsa nú að einhver ég veit ekki, ég meina Bylgjan munur örugglega lifa en hvort það verið fréttastofa, veitum við ekki. Ég held að einmitt, við höfum sagt að Ríkisútvarpið tekur allt of mikið til sín á þessu markaði. Það bara gefur auga leið. Og ég held að Snorri Másson kom inn á viðtalið nýlega og hann nú hugaður til að segja þetta bara beint út. Ríkisútvarpið er hlutrækt og það tekur gríðarlega til sín og það er bara fullkomlega óeðlilegt að þetta sé staðan á Íslandi. Þannig að við bara, ég held að það væri heppilegt að, ég velti fyrir mér, er nauðsynlegt að hafa í nútíma samfélagi ríkisútvarp eða ríkissjónvarp? Auðvitað ekki. Ég meina, er ekki hægt að reka, og það er verið að reka þetta fyrir 10 milljóra ári eða eitthvað með auglýsingatekjum, ég man ekki hvað þessar tölur eru, og samt eru þeir að skila tapi. Já. Þannig að ég bara nægi ekki hvernig þetta er hægt, er ekki hægt að koma að skilabóð. Það er þannig ekki, en samt sjáum við bara viðhorf, ég sá að Stefán J. Hafstein, hann var í Sprengisandi í vikunni, stjórnarformaður RÚV. Já, var hann að tala fyrir því að Ríkisútvarpið myndi búa til íslenska Facebook. Já, bara ríkisríkin samfélagsmiðil. Já, ríkisríkin samfélagsmiðil. Þannig að það var lausn þannig að fólk er bara þarna, á stöðu fjölmiðla. Hann sagði líka að starfsemi einkaaðila á fjölmiðlamarkaði hafi skemmt fyrir íslenskri menningu. Já, einmitt. Þannig að maður þarf bara að spila þetta viti, ég er ekki að fara að finna það núna, en þetta var þetta, viðhorfið þarna, Ég er bara móti því að íslenska ríki sé að niðurgreiða fjölmiðlun yfir höfuð og ég held að ef þú myndir bara taka ríkisútvarpið út úr lúpunni þá þyrftir heldur ekki að setja fé í frjálsa fjölmiðla. Það sem er verið að gera núna. Þú gætir líka myndi styrkja fjölmiðlamarkaðin líka ef þú myndir bara haga umhverju auglýsingar með sama hætti og í öllum öðrum nágrannalöndunum. Það er að segja að áfengi og fleira sem nú er bannað að mættu auglýsa beint. Já. Þú veist, þú taka ríkið af auglýsingamarkaðin. Áfengi og veðmálasíður. Algjörlega. Sem myndur gera mikið fyrir þessi miðla. Nei, þetta er náttúrulega gali viðhorf á Stefán J. Það þarf að taka þetta sérstaklega fyrir, að menn skuli hugsa svona, til stjórnarformaður RÚV sem Samfylkingin þrýsti til að gegna því hlutverki. Ég er bara hissa á því að Kristján hafi bara hlustað á þetta og hlustað frekar út í það. Ég heldur að hann sé yfirleitt ekki mikið að hlusta á viðbrandi. Rétt en það örstuð, ég ætla ekki að fara djúpt í þessu frétt. Ég sá bara það að, við erum komin næsta mál, að Samtök sveitarfélaga á Norðurlandi vestra, þau óskuðu eftir fundi með forsætisráðherra vegna stöðunar þar og hún hafnaði fundabeininni. Mér bara fyndi í ljósið þess að Samfylkingin er að banka upp á heima í fólki og spyrja hvernig getur hjálpað, En þetta er einhver sem kallar kannski eftir smá viðbröðum og fær ekki fund. Þetta eru bara lýsandi fyrir umbúðarstjórnmálin sem eru reikin í dag. Já, þetta er svona er þetta. Þið er ekki skoðan þessu? Nei, ekki þannig, þetta er bara, hún er upptekin að bankaustar annar staðar á sama tíma. Já. Síðan voru kostuleg ummæli sem að nafnið þinn, Daði, átti í vikunni, þar sem að var að fjallað umsvif ríkisins á, að þið erum búin að fjalla umsvif ríkisins á fjölmiðlamarkaði, þá skulum við fara að fjalla umsvif ríkisins á póstmarkaði.
Sko, Íslensk póstur er auðvitað bara búin að vera gjaldþrota í mörg ár og ríkið er búið að bjarga honum margoft og dæliðan peningum til að halda þessu gangandi. Daði Már Kristoffersson er spurður út í þetta, Andrea Sigurðardóttir á Morgunblaðinu ræði við hann, við minnum að þetta hefur verið í mokkanum á mánudag eða frekar en þriðjudag og þar er verið að tala um það hvað það hengist gera varðandi rekstur Íslands Pósts. Ég bara hjóði þessa setningu sem að við verðum eiginlega svona aðeins að það sem að segir að póstþjónusta var hér áður fyrr, þannig að tala um bara reksturinn og hvað það stendur til að gera. Póstþjónusta var hér áður fyrir ákveðin horstið siðmenningar sem rekja með 8. til 13. aldar á Ítalíu eða svo. Akkur erum við í þessu? Hvernig dátturum í hug bara að fara að svara með þessum hætti? Því að þetta er bara hróki og yfirlæti gagvart lögmætu spurningu. Það er svona átsmarta blaðamann. Getur einhvers útskipt fyrir með... Akkur Ítalía og akkur 13. sko. Já. Hvaða skellur er þetta fyrir postula og kórendumennina? Miklu stærri spurning er hvers vegna eru við akkur er ríkið að reka póstþjónustu á Íslandi? Er einhver sagt með það? Já, það er bara spurningum handla greinlega ekki að svara. Nei, ég veit. Þetta er stórumálin. Framkom í viðskiptablaðinu sko að var blaðamaður gagnrýndu fyrir að veist að Daði er svona fróður sögðu póstsins að spyrja hann hvenær fyrsti póstberinn var bitin á hundi. Já, ég vil fá að vita það. Já, ég bara verður að spyrja Daða. Það lítur að vera að hluta uppbyggingu siðmenningarinnar. Það var högg fyrir siðmenninguna. Þetta er eini doktorinn í ríkisstjórninni. Já, spáði þið. Þannig að það er það er með doktorspróf. Þannig að, en ok, sko, kíkjum aðeins á kelduna. Mjög nokkað þar. Fyrirtæki vikunar, keldunni. Verðum við ekki ræðið Alvotek? Jú. Já, þú segir bara það er fyrstu viðbröð. Alvotek er búið að lækka sko 64% það sem af þessu ári og 52% frá því að félagið skráði marka árið sumarið 2022. Það þurrkast náttúrulega út 88 miljardar markasverði. Já, við getum að sagt... Ekki Alvotek, allar félag á mánudaginn síðastliðin. Já, Black Monday, eins og við köllum hann á Íslandi. Já, það er þannig. Ég er nú búin að starfa á þessu markaði frá því 2007 og man ekki eftir öðru eins, nema í hruninu, þá þetta reyndar fór svolítið mikið að markasverði sem að þurrkað út. Já, smá. En síðan þá man ég ekki eftir öðru eins og ég meina, ef við horfum bara á Alvotek á þessu ári, þetta búið að vera náttúrulega sorgarsaga. Ég held að þetta fer að slaga í 400 milljarða af markasverði sem hafa gufað upp. Og þetta er sérstaklega vont vegna þess að þetta er félag sem er búið að sækja sér mikið af peningum til íslenskra fjárfesta á síðustu árum og til dæmis bara fyrir 1,5 ári síðan í febrúar 2024 þá sækir félagið svona 24 milljarða á genginu 2250 og gengi félagsins er í dag 650 þannig að þetta er sko 71% niður þannig að af þessum 24 milljörðum eru kannski 7 eftir í dag og þetta er auðvitað bara eitt dæmi, það er búið að vera mörg útboð og það er búið að vera margir að kaupa á eftirmarkaði og þetta er búið að vera gríðarlega mikið högg fyrir markaðin, fyrir marga íslenska fjárfesta því þetta er búið að vera svona félag sem að hefur verið mikið í umræðunni og margir átt í. Já, og margir eru auðvitað að horfa til sem og þetta er mjög spennandi félag talaðum þessu vaxtafélag 3 sko. En þetta er búið að sko, þetta er búið að vera mikið högg í magan fyrir íslenska markaðsæla og það að þeir séu að fá núna þessa höfnun og þetta er náttúrulega félag sem að bara hlustundur uppurinn og þá kemur þetta högg á mánudag þannig kjölfar þess að félagi tilkynna það að fá ekki leyfi fyrir nýja lyfjastæði sem eru alltaf að kynna já, bandaríska lyfi eftirlitinu og það sem ekki fá ekki núna lyfi fá það ekki bíli á það sem er sérstaklega vont í sér það þetta er náttúrulega gríðarlega mikill rekstur, þetta er flókið og þeir eru með risaverksmiðjun í Vatnsmýrinni kostnaðurinn á mánuði er gríðarlegur þannig að brunin er svo mikill og ef að tekjur fara að högta þá er svo stutt í að þurfa að fara í næstu hlutafjáraukningu þannig að það verður fróðlegt að fylgjast með því á næstu svona vikum það er uppgjör í næstu viku þannig að þá kannski kemur eitthvað mynd á það hvernig er kastaðan. En er þetta eitthvað panik á markanum þessi mánudagur? Ég menna þú veist við mátt tala um það hér að íslenski hlutabréfamarkaðurinn er bara mjög grunnur og það þarf ekki mikið til að hreyfa hann mikið. Mér finnst erfitt að kenna íslenska hlutabréfamarkaðurinn þetta er skráð. Nei, ég bara var fram sko, þú veist. Og það er ljóst að það er verið að selja þetta í Bandaríkjunum á fullu líka og þegar þú ert að sjá verðmöt frá erlendum aðilum lækka líka verulega þannig að þú veist ég held að þetta sé ekki eitthvað vandamál íslenska markaðarins síður en svo.
þannig að félagið bara vonandi nær vopnum sínum. Það getur orðið risastort fyrirtæki fyrir Ísland, en að sama skapi má ekkert mikið út að bregða þegar að kostnaðurinn svona mikið til að tikka á mánuði hverjum. Þannig að tekjurnar verða að koma inn og þess vegna verður áhugavert að sjá, verður hlutafjáraukning núna í kortunum næstunni og ég held að markaðsaðilar muni fylgjast vel með uppgjörinu, ég held að sé á miðvikudaginn næstu viku, þá sjá menn betur hvernig outlookið, hvernig kastaðan, munir tala eitthvað þetta. En erum við að kalla því að fleiri erlendir aðeins koma félaginu? Já, heldur betur, og það er eitthvað sem mér hefur fundist vantað, mér hefur fundist það vantað mikið, að Íslendingar hafa svolítið borið upp þessi útboð sem hafa verið því miður, sem eru öfugt við til dæmis Oculus, sem Oculus hefur núna verið með 2 stór útboð og nýlega $100 million útboð, það sem að útlendingar tóku langstærsta partinn. Þetta hefur ekki verið svona í Alvotech því miður, af einhverjum ástæðum, þannig að ég vona að útlendingar fari núna þegar verðin allavega búin að leiðréttast hressilega, að þá fari þeir að sjá hag sín í að taka þátt í þessu hlutfallslega meiri mæli en Íslendingar. Einhverjum myndi að segja að vera bara kauptækifæri? Já, ég væri til í að sjá útlendingarna sjá það kauptækifæri. Þeir eru augljóslega að sjá þetta í Oculus, þeir hafa séð þetta í Amarok, það hefur í þessum útboðum hjá þessum félögum hafa útlendingar verið stór hluti af þessum útboðum, en við höfum ekki séð það í Alvotech, þannig að ég vona að það verði þannig að við fáum þessi útlendingar að taka meiri þátt í þessu félagi. Það væri gott, það myndi hjálpa íslenska markaðana gríðarlega. Já. Ég sá að Samtök fyrirtækja fjármálamarkaði voru með fund um aukna þáttöku almennings á hlutabréfamarkaði, þú veist leiðir til að efla íslenska hlutabréfamarkaði, þetta hafi verið svona yfirskinnið. Ég hafði ekki tökkað að fara á fundin en það er samt bara áhugavert og bara hrósa þau fyrir að halda fundin og svona, en hvernig erum við með einhver svör í því? Ég held að bara svo staðreynd að á 10. áratugnum þá var sem sagt var hlutabréfaeign íslenskra heimila svipað mikið að hlutalli og í Bandaríkjunum og það var sem sagt bara afleiðing mjög gagnlegra og skilvirka skattaívilnana sem sagt að það er hagað því að setja hluta sparnaðins í hlutabréf og bara gott fyrir alla og gott fyrir íslenska hlutabréfamarkaðin. Staðan eins og hún er í dag að sem sagt og einhverju leyti hefur þróun og íslenska hlutabréfamarkaðin undanfarin ár mótast að því að þú ert með fjármagnstekjuskatt sem er tekin af nafnaávöxtun en því er ekki til að skipta til að mynda á fasteignamarkaðinum sem er náttúrulega búin að vera sjóðheitur. Núna sem sagt hefur ríkisstjórnin boðað að sem sagt að fara að loka þessum glufum varandi söluhagnaðin varandi átt aðra íbúð sem er reyndar ekki góð ráðstöðun að því að þú ert í raun og veru bara skattleggja verðbólgu en ég held að skilvirkasta leiðin til að efla íslenska hlutabréfamarkaðinn eins og staðan í dag er að sem sagt er að lagfæra þetta eins og reyndar síðasta ríkisstjórn ætlaði að gera þegar Sjálfstæðisflokkurinn talaði fyrir að breyta fjármagnstekjuskattinn þannig að hann leggst bara á raunávöxtun. Það myndi styrkja hlutabréfamarkaðinn mjög mikið og síðan myndi líka styrkja hann en hann myndi gera eitthvað annað en að lækka. Þetta er búið að vera eiginlega ótrúlegt ég náttúrulega, eins og ég segi, starfaði nú lengi í verðbréfamiðlun og var á þessu markaði og hætti þarna áramótin 21-22 og þetta er búið að vera á niðurlega síðan þá. Já, það er ekki þetta er búið að vera eiginlega sorglegt síðan svona mestu leyti, en að því sögðu þá er mikilvægt að benda á það að við horfum á þessi fyrirtæki, ég kom nú í þátt í byrjun apríl og þá einmitt hafði ég orðað því að mér finnst kannski margir sjóðstjórar og aðeinslega vera full þungir í svona þessum Magnificent 3 eins og eru kölluð, svona vaxtafélagunum Amarok, Alvotech og Oculus. Já, og móti kannski vannmeta þessi félög sem eru bara consistently að delivera eða vondir í íslensku að bara koma trekk í trekk með góðu uppgjör og bara malla áfram. Góðar arðgreiðslur. Teki fyrirtæki eins og Haga, Festi, bankana, ég meina Arjóbanki bara hræði út í það, price to book 7. Nei, price to earnings fyrir ekki, þannig að Vaffa á hlutvalli er bara 7. Þetta er bara gríðarlega gott value þarna. Íslandsbanki á sama stað, þetta eru bara svona, þetta eru fyrirtæki sem eru bara búin að skila góðri ávöxtun í langan tíma. Fasteignafélögin síðustu 2 ár búin að vera gríðarlega sterk og þannig að það er ekkert allt í kalda koli allstaðar á markanum
það eru bara ákveðin félög sem að fara illa, sérstaklega þetta eitt núna og en þú veist, það er alveg búin að vera einhver tækifæri til að gera vel. Já. Og ég meina, það segir svolítið sína sögu að stefni sett á fót sjóð einhvern tíma fyrir nokkrum árum sem heitir arðgreiðslu sjóðurinn og hann er langt best performerinn af því að hann má bara kaupa svona fyrirtæki í dag. Vinur okkar þar, Stefni. Þetta er ekki allt í kalda kóli, sko, kalda kólum, sko, og ef þú ert með þolinmætt fjármagn, þá eru góðar eignir þarna og hagstæðu verði og í fyrirtækjum sem eru arðgreiðslu fyrirtæki, en náttúrulega þú ert búin að vera með vaxta umhverfi eins og það er, það er erfitt fyrir hlutabréfamarkaðinn að keppa við þetta og að því að bara skuldabréfamarkaðurinn er búin að átbæra formuna. Þetta er góða punktur, það er svo bara svekkjandi þetta fyrir íslenska markað, því að við horfum bara á bandaríska hlutabréfamarkað sem dæmi, þá er hann bara búin að vera mjög flottur núna, 3 ár röð. Þetta er með sveiflum inn á milli, en Ísland er einhvern veginn að berjast í bökkum ár eftir ár, sko. Þetta er hærri vextir hér, það er klárt, það hefur áhrif. Sögulega séð, er það ekki sammála því, sko, að sögulega séð á höfu við, ég veit ekki hvort það svona langt tímabil, það hafa komað dálítið löng tímabil, það sem að, svona, án þess að segja fundamentals væri rétt þetta, það væri bara engin hreyfing á markaðinum, en síðan þegar gerist, þá guðsast það. Og sko, það máli færi taka það fram að ég er ekkert að endilega að segja að gerist núna, sko. Það er ekki fjárfestingar í þessu ekki fjárfestingar sko, ég held að sé alveg að fara rauk fyrir því að svona vesta sig að baki, þú veist, svona heilt yfir á markanum, það er búið að vera gríðarlega vond stemming núna síðustu daga og selja félög niður, ég meina Íslandsbanki var í morgun á 118,50 fór sko rétt fyrir vaxtadómi í 121 eða 122 skilur við, þannig að vaxtadómurum var risa áhætta fyrir bankan, málið fór í rauninni eins vel og hægt var hann er aðeins að rísa í dag en í morgun var hann held ég 118,50, 119 þannig að við erum að tala um að bara svona eitthvað frekar stabilt kompani en neðar heldur en fyrir vaxtadóm sem fór þeim í vil það sýnir svolítið bara stemmingun á markanum búin að vera virkilega slög núna síðustu svona 1, 2, 3 vikur og ég held að það hljóta styttast núna, nú fyrir við að detti í svo kallar year-end rally. Já, það verður Þetta veldur allt saman mikið á því að ríkisstjórnin takist að koma böndum á fjármál ríkisins og þannig að vexti geti lækkað út af verðbólgunni, það er náttúrulega stóra máli í þessu. Ég held ég að sammála vini mínum Þórði Pálssyni að vexti muni lækka næst. Nú eru bara svo mörg merki á lofti og ef við hugsaum þetta bara, tökum bara til samanburða, Bandaríkjunum voru að lækka vexti bæði september og október. Þannig að við 50 punktar niður í Bandaríkjunum og við gerum ekkert. Þannig að við erum núna með óheyrilega háa vexti, 7,50. Og það að við lækkum 25 basically skiptir engum máli í sko stóru myndinni, það er samt jákvætt signal fyrir markaðin og ég held að Seðlabankinn hljóti að lækka allavega 25 punkta þeir ennþá með ótrúlega hátt aðhald. En hvað er það mjög? Sko, það er allavega jákvætt signal. Það fara úr 50, 75, það er ekki stóra málið sko, en það er samt þá allavega þá gefur það markaðsaðilum, heyrðu, við erum að fara að lækka, að því við erum átt okkur á því að það er stýrast ákvörðun 19. nóvember, kvöldi fyrir skemmtilegan dag, hátíðarkvöldi, og síðan er ekki ákvörðun fyrir í febrúar. Þannig að þeir þurfa að vera að horfa á sko, allavega bara að halda þessu fristu ennþá og láta svo í rauninni nánast 3 mánuði eða 2 mánuði líða. Og það er nú ekki eins og fréttirnar sem við verðum að sjá undanferði séu jákvæðar. Þannig ég held að þeir muni bregðast við og lækka og það svona gefi smá svona vonarglætu í fjárfestum í komandi tíð. Sjáum hvað gerist í því. Bara rétt í lokin þá ætlaði sko, við erum alltaf með skoðun eða endurskoðun frá Frumherja. Ég ætla að senda, ég er búin að senda skoðunarmiða á Telegraph í Bretlandi fyrir sína góðu umfjöllun. Breska blaðið Telegraph sem að, það átt að tala sko rannsóknarblaðamennsku sem að margir vilja nota hér en er voða lítil, en það má segja að Telegraph hafi unnið alvöru rannsóknarblaðamennsku þar sem að hafa flétt ofan af ákveðin hluta starfsemi BBC, ríkisfjölmiðlis þar, breska rúfið eins og Telegraph er svar Breta við heimildinni. Og síðan það er að hafa bara afhjúpa hversu rótin starfsemi BBC er. Það kemur ljós að BBC hefur falsað umfjöllun
sagt ósatt og logið til hluti eins og þeir hafa framleitt heimildakvikmynd eða heimildamynd fyrir ekki það sem að þú tekur ræður frá Donald Trump og klippir þar úr samhengi þeir hafa logið til atburði fyrir botni Miðjarðarhafs í deilu Ísraelsmanna og Palestínumanna ítrykkað og þetta hefur Telegraph fjallað ef að sjá örstuð bara Er þetta RÚV eða BBC? Já, sko, býttu bara í þessu til ekki BBC, sko Telegraph, þeir setja skemmtilega fram þeir eru að byrta á samfélagsspilum umfyllun sína þetta allt saman meðan hann sér, ég ætlum ekki að spila þetta allt en ég hvet fólk bara til að fara að skoða þetta en ég er allavega búin að senda skoðana með á þetta út þeir þökkum mig kærlega fyrir Telegraph Þetta er alveg sakalegt mál Þetta er rauðu miði sko. Þetta er rauðu miði Já, þetta er sko rauðu miði á íslensku miðlana fyrir að ekki búin að fjalla þetta það var það sem að, þú veist Er RÚV ekki búin að fjalla þetta? Nei Það finnst mér ótrúlegt Og ekki morgun og vísin heldur bara, ég ætla bara að skamma það alla sko. Þannig ég ætla að senda endurskoðana með á þá alla saman fyrir að fjalla ekki þetta það er búið að afhjúpa breska ríkisfjölmiðlin bara fyrir lygar og fyrir áróður og það er ekki minnst orðaða hér heima Þetta er nógu mikinn áhuga hafa menn hérna á þessum stöðum á falsfréttum og hann komin sko, hann bara komin falsfrétt af fabrika Ég treysti því að fjölmiðlanefnd ríkisins fara að skoða það hvort það Býr BBC við sömu lagakröfur og RÚV að það er samkvæmt lögum þurfa að vera hlutlausir í sínum málflutningi veistu það? Ég gef mér það en þetta er klálega vandamálinn á Íslandi Já, heldur betur Ég er að láta framleiða, sko, ég ætla bara að hafa tilbúið ef eitthvað fer í þessu úttekt og fer að skoða fréttir RÚV á þessum tíma til dæmis umfjöllun Trump eða átöki fyrir botni Miðjarðarhafs þá held ég við þurfum svolítið marga endurskoðana með það ég tek undir það Þetta er og ég meina Trump er bara þannig þú þarft ekki að klippa orðin svo samingi sko, til að við þröngum að höggja á hann sko. það sem er alveg sjáum við bara þetta dæmið þarna með bensinstöðamálið sko, hvernig það fór í meðförum það sem átt að bara komið sem tengist Trump ekki neitt reyndar nei, en ég er að segja sko vinnubröðin já, heldur betur bensinstöðamálið umfjöllunar Maríar Sigurðunar fyrir Kveikum það vakti athygli mín að María sér hún bara í skíti bara ég man þú að segja þetta að hún svaraði D.I.B. Eggertsinni á Facebookum daginn þar sem hann hafði gagnrýnt þennan umfjöllun og hún svaraði því fullum hálsi þá var mjög fáir rúvarar sem að tóku undir með henni Já, það fólki á Facebookinu annar staðar bara svona gaukaði að sko Var hún ekki á vinsælaborðinu á kaffistofunum á RÚV? Ég gemur það að ekki verið þannig Íslamartinsborðinu Það voru gaman sko hver verður leinivinnur hennar í jólapakaleiknum í múnum jólin það verður flótt að sjá það Það er þá til marsum að maður RÚV sé Dagur B en ekki María Sigrún standa með sínu fólki Já heldur betur þannig að ég bara mynda að þú myndist á þetta en strákar, rétt í lokin sko, þið fengu Davíð, þú finnst þetta bolla til að taka með heim frá E.D. House of Brands komið því að, hér er fleiri gjafir fyrir ykkur Mosakinn, vil ekki taka svona með ykkur inn í helgina Takk fyrir og ætla vel í sig bara, við höfum gaman að það að gefa bara, það er ákveðin það er gleði í því að gefa og við viljum vera duglega í því Gefandi hlaðvarp Þetta er gefandi hlaðvarp, hárrétt hjá þér fyrir aftan ykkur eru síðan bitafiskur frá gullfiski sem þekki með ykkur líka hollur og góður sem henni að vera að borða mikið af og vera stóru og sterkir sérstaklega fyrir frostaveturinn mikla Talandu frost við nokkur í Arctic Trucks Polar þeir náttúrulega skipulegja jeppaferðir á Suðurskautið og ég seti ykkur fyrir smá heimavinnu að taka með ykkur hverja þið myndu vera að taka með ykkur í slíka ferð Við erum auðvitað stefnaði að fara þjóðmál að taka upp þáttar en tökum kannski ekki, við erum svona að meta hvaða gestur við tökum með okkur. Alltaf dreymdum að vera á Suðurpólnum með Stefán Einari. Farstur. Með mosakinn og harfiskinn og fáum næsti frá kjötkomprínu. Það fylgdi ekki spurningunum sko hvort fyrirmælunum sko hvort við mættum skilja viðkomandi eftir. Já, nei, sko ég baði ykkur bara að velja einhvern sem hefði verið ráðherra í ríkisstjórn síðustu 20 árin. Frá 2005. Hvort þið skilja viðkomandi eftir eða ekki, það er bara ykkar mál. Ég var fljótur að finna upp þann fyrri. Það er aðili sem á sameiginlega áhugamáli ég. Gylfi Magnússon. Já. Hann pælir mikið í Bitcoin. Okay. Eins og ég. Hann myndið með aðra skoðun. Já. Hann pælir mikið í loftslagsmálum. Náttúrulega aðalmaðurinn í Carbfix.
en hann með aðra skoðun, Já. þannig að við ætlum svona að geta rökrætt mikið málin. Fyrirhandi stjórnarformaður Samkeppniseftirlitsins líka. Akkurat, og svo hann líka náttúrulega mikið verið að tala kúpur norðursins og svo leiðist, þannig að ég held að við hefum margt að tala Já. Reyndar ekki sammála neitt sko, en þú veist, það væri vonandi góð skoðanaskipti milli okkar og já, það er alltaf gott að geta rökrætt líka. Já, ég var svona að hugsa að ég þyrfti að hafa einhvern til að rökræða við og eins og ég segi, honum eru þessi mál hugleikin eins og mér, bara á svona með aðra skoðun. En svo bara til að hafa þetta aðeins meira léttleikandi þá ég alltaf verið mikill áhuga maður fótbolta, þannig að ég tæki Willum Þór bara með mér og við getum spjallað um eitthvað léttleikandi fótboltamál og eitthvað þannig sko. Nú var þetta fórseta ISI. Já, og þannig að mögulega taka Gylfa og Willum. Mögulega kandidati það að vera formað Framsóknarflokksins eftir að koma í ljós. Já. Þannig að Örn, ert þú með einhverja skemmtilega ráðherra síðustu 20 árin? Hvenær hætti Davíð? Davíð hætti 2005, reyndar. Já, allir tæki ekki bara hann og Siggo Andersen með. Já. Sem bara hafa þetta, reyna að hafa þetta skemmtilegt og var náttúrulega á Morgunblaðinu. Já, ég hef unnið nokkuð sem á Morgunblaðinu og síðan skiptið þegar Davíð var kominn og bara mjög skemmtilegu maður eins og flestir vita, þægilegur og Andersen er náttúrulega alveg frábæðilega skemmtilegur reynd. Mikil vinkun okkar. Já, mikil, þannig að ég held að ég ætla ekki að fara ég nenni ekki að fara á Suðurbúinu að rífast og Gylfa Magnússon Bitcoin. Ég tek það á mig. Ég er ekki þannig rétt að sko. Ég hef búin að samfara. Það var gallast að hugmynd sem ég Við getum fara á tveimur jeppum sko. Herðu, ég þarf að fá Sigríður Andersen, hún er ekki komið í þetta seti ennþá. Ég þarf að fá hana í þátt brúdlega. Ekki spurning. Epic stúdíóð okkar. Örn, vill ekki tegja þessa harfisk fyrir aftan ykkur og þið tekja þetta með ykkur heim. Læsilegt. Ég ætla að þakka ykkur fyrir komuna og óskum ykkur góðar helgar. Ykkur sem hlustuð og ykkur sem horfið. Góða helgi.